Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Björgvin Páll Gústafsson, velkomin. Takk. Í þvottahúsið. Þú þurftir ekki að labba langt. Nei, það mjög stutt labb og... Við erum sem nágrannar. Ég var aldrei labbað áður í Hraðvarp, þannig að það skemmtilegt. Nákvæmlega. Þetta nágrann nummer 4 af 5 sem að kemur líka. Já, ég ekki búinn, sko. Já, rétt að byrja. Herði, já, áður við förum inn í svona eitthvað formulegt, altså rauðagerðið. Sko, ég veit ekki hvernig þú ert með rauðagerðið, sko, en rauðagerðið bara fyrir mér miklu meira en gata, sko. Já, ég flúði til Danmerkur í 2 ár, þannig ég tók ár 2 ár í Danmerkur, kom tilbaka nú, búin að taka annað ár, þannig ég svona komast meira verið inn í göttuna, við ætlum með 4 börn, þannig að við erum með heppni það að mikið af börnum í hverjunni sem mjög ánægilegt. Ertu fann að tengja skötunni? Já og nei. Ég bara allt og lítið í rauninni, vegna þess að, þú veist, það bara allt mikið að gera í, þú veist, gefa börnunum að borða og svæfa þau og handbolta á veitsenni, sko. Sko, varstu búin að heyra af götugrillinu? Já, það frægt, sko. Og ég tók einn hitting með ykkur í barnaðamölu og þá fóru mikla sögur og alls svona klubbar í gangi sem ég þarf að koma inn í, sko. Sko, ég ætla að nota tækifæri, sko, og það grillnefnd. Hún sjálfskipuð og veist, þetta alveg, sko. Við hittumst alveg svona 3, sko, það eru svona official hittingar svona 3 ári, en svo þetta að leysast upp í svona meira stjórnleysi. Við erum farin að fara í sumbústaðaferðir, við erum farin að fara í sjósund og bíó og göngur og piknik og alls konar eitthvað. Hvað grillum þetta að gera? Já, þetta orðið, veist, við erum bara alveg að fara að svinga, sko, en ég hugsa að við gerum það ekki. Og altså, þannig, en það stendur ekki til. En það eitt, sko, grillnefndin samanstendur af mér, Tryggva, sem þekktur sem Tryggvi nágranni, Óttar og Ágúst Ólafur. Ágúst Ólafur, hann að flytja, sko, veist, og Helgi, má ekki gleyma Helga. Og Ágúst Ólafur að flytja og hann heldur að hann verði áfram í nefndinni, sko, og hann kannski verður það sem svona sidekicker, sko, en hann mun aldrei vera svona fully integreraður í nefndinu, svona alveg fullgiltur, sko. Það bara, þú getur það ekki ef þú flytur úr götunni, sko. Nei, ég trúi það, sko. Þannig að spurningin sko, ég veit þess að lumað að þér sko, fyrir ári síðan, sko, og það var brjálað að gera þér. Þú varst ekki alveg kannski tilbúin til að opna því svona inn í nefndina. Hvernig stendur þetta? Hvernig lítur þetta út núna? Betur. Já, núna er þetta komið með 6 mánaða barn, sko, þannig að það að svona róast aðeins, það að vera svona sjálfbjarga, sko. Ég held samt að það verið trikk, sko. Það kom eiginlega þegar þið áttu ykkur á því að vera bakari, þá kom það inn svona, já, heyrðu, gæti að vanta bakari og grillnefndina, sko. Þannig ég svona, jú, ég alltaf að komast nærið með því að mæti í nefndina. Ok, þannig á ég semst að boða þig á næsta fundi það? Hvenær hann? Það veit ég ekki. Hvenær hann? Ég meina, þú ert nýfluttur á Danmörku. Það viku 43. Það bara þegar það okay. Ég læti vita. Bókaði mig. Sko, fyndnasta með þessa grillnefnd, ég ætlum bara að ljúka þessu grillnefndarreglu, sko. Einu, einmitt þetta, hún nefnir það að það hefur verið svona, þau sá í þau eitthvað asset út í þú ert bakari, sko. Tryggvi sá, sko, þegar ég var tiltölulega nýbyrjar, hann sá eitthvað svona potential eða svona eitthvað sem hann gæti nota sér í nágranna okkar sem heitir Guðni. Nema Guðni býr ekki í Rauðagerði, hann býr á Sogavegi. Það alltaf, það sleppir, þannig að skekkjumarka. Nei, alls ekki. Okay. En Guðni ógeðslega fínn gaur og hann fekk að koma með. En veistu af hverju hann var púlaður inn? Af því að hann í Pollapunk. Já, þetta að skemmta. Þannig að þegar við heldum hérna götugrill fyrir, sko, 3 árum síðan, eða 4, þá alveg, sko, þá toppuðum við, sko. Og við höfum ekkert náð okkur almennilega á strik aftur, sko, því að, veist, við vorum með antíkmarkað og hann mjög, sko, high-end antíkmarkað, það var allt svo dýrt að tímdi enginn að kaupa neitt, sko. Þannig að þetta var meira svona antíksýning og svo vorum við með Pollapunk. Við komum svona hlaupandi inn í göllunum, hérna niður á Róla og niður Rauðagerði og heldum tónleika. Þannig planið ykkar að fá mig tilbaka og standi í marki. Mögulega. Já. Okay. Standi í marki og svo stöndum við í röðum og kostum í rjómatörtum. Ég fíla það. Ok, ég hættur. Já, frábær. Já, velkomin. Sko, við ætlum að byrja hérna á þessu, við erum með eitthvað smá beinagrindina. Við ætlum að fara inn í einu þátt sem svona, þetta svona svolítið svona inn í
þjáninguna, hrunið og svo þessa upprisu og svo hvernig við sinnum skildum okkar í dag. En byrjum bara hérna, altså hver er Björgvin? Þú íþróttamaður og þekktur íþróttamaður og svona afreiks íþróttamaður, myndur ekki kallast kannski svoleiðis? Jú, flokkast með það. Og þú sinnir skildum sem faðir og eiginmaður og hérna, en hver er svona í dag, hver er grunnur allra þessarar undirflokka? Hver er raunverulega Björgvin? Ég held að lýsa mig ágætlega sem bara svona, handboltamaður var svo mikið ég þegar yngri og svolítið svona það sem ég greip í þegar mér leið illa þegar það var vesen, þannig að ég var alltaf handboltamaður þegar ég þurfti sko, og þegar það var eitthvað vesen eitthvað hérna. Þannig að í grunn ég handboltamaður. Svo er ég svona tæpast af aði í slemmufélagskap og handboltin bjarga mér að mörgu leyti. Kynnist á eiginkonu minni. Hvenær var þetta? Mjög ungur, 2003, þarna ég 18 ára. Þannig að sem betur fer hitti ég hana mjög snemma. Og síðan verði ég faðir. En svona síðust ár það verið eitthvað sem snúist við. Kannski verið fyrst og fremst faðir, svo eiginmaður og svo handboltamaður. Því að ég komst ákveðið langt sem handboltamaður og ég held ekki að ef ég er fyrst og fremst faðir og hefur snúist við mín nálgun á sportið, ef ég er góð faðir þá er auðveldara að vera góð handboltamaður. Fyrir ekkert heldur en að markmið mitt er góð handboltamaður og leggja þjóðrindvíksinn til hlíðar, það held ég að hjálpa mér líka. Og mitt helst að gildi bara frá því, fyrir 5-6 ára síðan ákvæði það bara, það er mjög mikilvægt að vera góð manni sem góður í handbolta. Og það kemur þá annan stað að ég er góð íþróttamaður og liðsmaður. Ég gætur verið góður í handbolta og lélegur faðir. Það er ekki það. Já, það er vel hægt sko. Í alvöru? Já, en það verður, og það er kannski það sem að kannski, Er það ekki oftast þannig í íþróttum? Oft algengt? Það er rosalega algengt sko þegar þú nærð sko handbolta mennast öðruvísi. Það er ekki að færa heimila fórnir sem atominn í fótbolta sem er komin kannski á hæsta stíg. Það sem að margt bara situr á hakan. Þú fari ekki barnmenni fyrir mjög seint eða bara er ekki með, eiginkonu vil ekki binda sig og er mikið flakki og bara það er allt bara ég. Og það er líka mikið til íþróttamenn að vera svolítið ég ákveðinn tímpúndi til þess að færa fórnir fyrir sem þetta gera. Því að þetta ég snýst þig og svo snýst það lið og svo kannski landslið. Og það ertu hluti af þennan teimi sko. Og þá hleypir kannski ekki miklu meira að. Nei, þú ert alltaf að ferða á flugi. Já, og ég eignast kærustu 18 ára sem ég eiginkonu minna í dag sem er hérna kærustu þá. En ég átti líka kærustu fram að því. Og það var alltaf sagt til mig sko að ég væri svona góð út í að því kærustu. Ég var bara með fókusun á boltan. Það var ekkert kærustu vesen á mig og ekki þannig dæmi sko. Þannig að það var svona ekkert bara handbolti. Og svo þegar maður þroskast og ég var ógeðslega erfiður lengi vel. Það er nú ekkert langt síðan ég var bara erfiður einstaklingur. En svo þegar börnin koma og átt svona eiginkoms í að þá verður gildin öðruvísi og þá leitur í aðra orku. Heldur en kannski pyrringin og reiðina og sann eitthvað, þá bara orkaði sótt í bara gleðin og ástina og ástina fyrir leiknum sko. Þegar þú segir erfiður, hvað meinur erfiður? Hvenær varstu erfiður? Ertu að tala um unglingur? Já sko, alltaf að ég er bara 6 ára sko. Og ég laði barn og úlingetild 8 ára gamall. Þetta kemur einmitt hérna, það er sko, ég skrifa hérna, þú elst upp við allavega miðað þess ég les, altså vanrækslu, nándarskort, engin eða lítill altså faðir til staðar, alkoholismi, sjálfsvígstilraunir í kringum þig. Og svo kemur þetta spurning út frá því, sem þú getur svona farið kannski inn á eftir, ertu búin að vinna úr í rauninni reiðinni sem að þú hlýtur að hafa upplifað gagnvart á foreldrum eða aðstæðum? Ég áttum mér seint á reiðinni sko. Þetta er rauninni, ég er 6 ára gauðina sem að beit kennarinn minn, 8 ára gauðina sem var hann að barn og úlingetild og ég er 10 ára strákurinn sem kemur fram í bókinu minni 10-12 ára fer ég í sveit og þar fæ ég bara umsögn sem ég er barn sem er erfitt að elska. Það er bara það umsögnin frá sveitabænum sko. Og þá svona einhvern veginn, þegar maður átt að sá því og ég fer að átta mig á þessu þegar ég fer að skrifa bókinu mína og bókin mín fjallar bara svona límit og hvernig ég vinn mig út úr þessu krassi við alltaf. En sem að gerist ég fæ barnaverndarskjöl mín. Þegar ég er 18 ára, þá fæ ég þau, getið þegar ég fengið hennar, en ég sæki þau ekki fyrir 3 ára síðan. Og þá fer ég að gramsa ofan í það og þá byrja ég bara að sjá allt svart og hvítu. Hvað var mín? Var þetta mikið magn? Ógeðslega mikið sko, alls konar mál og alls konar vesinn og svo verða að magna við blessa heila sem við höfum og ég áttum mikið handbolta líka. Þetta er svona selective memory sem við erum með. Því að ef ég spil handboltaleik sem gengur vel, þá man ég bara mínútu fyrir mínútu öll skotin og allt sem ég gerir sko. Spila illa, þá man ég bara hverju bara svona, ekki endurkalla neitt. Og þetta áttum mig kring bókinu mína, að ég er að lesa upp mál sem ég get ekki gleymt, það er ekki hægt að gleyma því. Bara svona erfið þung mál. Og bara þá bara ákveð heilin bara þetta
ég vil þetta ekki, ég ætla ekki að muna þetta og þá var leiði mín alltaf út flótti þá getur ekki flúið lengur og þá bara þegar ég fyrir að lesa skjur og fyrir svona krafon í bara hver ég og hvað hann kem í og hvað gerðist og þá þarftu bara að opna allt þá bara bókin mín alltaf var bók það var bara eitthvað svona skjal sem þetta bara skrifa frá mér vissinni bara að koma stað sem ég ógst í þá vissi hvað var að gerast og þá fattar bara, já, heyrðu, ég var bara bullandi kvíða, ég var bara með, það var bara með varreksla, og þá kom upp okkur reiði líka, sérstaklega í tengslum við, þegar maður lesið allt, sko. Varstu búin að fegra þetta? Algjörlega, 100%, sko, og gleyma og bara svona búa til að nýja mynda af þessu, þú lestu skjöl sem bara hreinlega skjöl, bara frá umsjónarkennunum, frá barnavernd, frá alls konar aðilum, það ekkert að fegra neitt, þegar konin í sveitinni segir í sig barn sem erfitt að elska, þá bara það segir ekki svona að barnið sé svo erfitt, sko, hún ekki segja í dag, það var það svona samt hardcore og bara frontaði með það. Og þá henni, hún spyrir maður þessi endilega spurningum akkur og reiðin kemur fyrst upp gagnvart bara, kerfinu, byrja þar, bara, mamma mín í alls konar vesinni og með vandrar með sjálfa sig og ég svona einhvern veginn haldreipi hennar og fórnin sem margir lendi í tengdu við barnaverndar sögu sína, einhvern veginn ef hann fer frá henni þá missar hann allt, þannig að höldum honum inni, einhvern veginn og elst ekki upp með föður mínum. Það voru systkini? Já, 2 systur sem yngri og það það sem að gerist, kannski að best sem gerist fyrir mig að ég fæ eignast 2 systur yngri og þá kemur ábyrgðartilfinningin og svona þessi front sem enda var hann að díla við í dag að vera fullkominn pabbi, fullkominn bróðir, passa allt mamma er tveimur vöktum eða vera kvöldvátt og það heldur matinn, það þarf að gera svona þannig að þetta svona einhvern veginn, það kemur fyrst upp svona reiðin en reiðin snýst tildulega snemma yfir í svona skilning og sérstaklega maður svona átt sér sjálfum sér og svona og fyrir að skafa dýpar í söguna og mína vanlíðan og hvernig mér líður það allir líka út af ykkur það eru allir að gera þess besta það mamma, pappi, allir voru að gera þess besta vissum bara ekki betur en það er ósað auðvitað að vita það við vitum það alveg en það breytir því ekki að tilfinningin setur þarna ennþá svo auðvitað kannski rætlast eitthvað af henni smátt og smátt algjörlega erum við einhvern tíma komnir bara í gegnum hana og það er engin reiði því við erum líka með minningar af reiðinni fattur hvað við? Já, og það er þetta sem að ég held að ég hef svona innbytt mest að síðust svona 2-3 ár það er þetta ego, bara hvað er ég og jarða allt sem ég var og það er svona það getur verið handboltamaður skilur er ég, eins og það var stóra krassi mitt snerist basically það get ég verið þessi geðviki handboltamaður sem er hérna veldur með síðan að berja í stanginnar og vera að öskra alltaf alla að segja samherjum þessi fátar og labba svo bara heim og er besti papp heiminn elskar bætum ekki meira en allt bara og gera allt fyrir þú hvernig er þetta hægt? Þetta eru það er búa til 2 típur ég fjölskyldurinn ég bý til típuna handboltamanni sem bara flótti frá veiðinu vissinu, flótti frá reiðinu hann er alltaf að vellin, alltaf því ég þarf að pyrra mig þegar ég að gera eitthvað, pyrra mig, handbolta að hlaupa og það kemur allt út þar og það býr bara til 2 típur sem eru gjössanlega bara gjör ólíkar en það er ekki einhverju leiti jákvæð? Jú, það er sem ekki bara flótti bara varna við bara líka já, en þetta er samt búið að þjóna þér í mörg ár 100%. En svo krassar ég hvenær er það? Það er þetta 2019 janúar og þá er ég að HM og þá er ég að smiða stórmóti og þá er ég með báða tímundar á lofti búin að vera að eiga erfan handboltaleik og massapressa og ekki maður svo einn í herbyggi sem að máli ekki gerist í handboltamóti því að einn með sjálfur í alltaf langa tíma ég var elsti leikmaður liðsins þannig ég tók það með vera einn þegar ég var áttatala og þá með einn í þínum hugsunum og vesinni og alls konar dagsli og svo bara erfiður leikur og gekk illa og eitthvað þungur og svo þeir skilja heimann með 3 börn heima og hún eitt barn er vikt og þá leiði mér ítla þessi mjölu pappi og þá byrja bara alltaf vindu upp á sig og þá bara er ég svona verið kvíðagasti fyrir út og fæ bara mitt fyrsta offside kvíðagast og þá bara svona án þess að fatta það á miðjumóti bara það 2 leikir eftir og bara krassa algjörlega hvað er offside kvíðagast? Offside kvíðagast okkur fórstu út? Já, það er alveg og ég svona áttum að ég opna glugga fyrst það er típist næ ekki andan með eitthvað óþægilegt vissi bara að það var út, labbaði að mér fyrir göngutúr ég gæti ekki verið handbolta, klukkan var 2 nótt þannig ég var fór bara út að labba í gegnum í Köln labba í lestastöðuna og ég bjó hjá bara hlýðan á Köln 40 mínútur frá Köln bara 2 árum áður og bara aðstæða bara þekkti mjög vel allt ég þekki bara hvernig það er bara hríðverk það er bara það er verið að sprengja upp hérna lestastöðuna þetta er bara rangkomindir bara rangkomindir, bara bullandi rangkomindir ég áttum ekkert á því en er þetta ekki bara geðróf? Þetta er lítið sem ofsað kvíðkasti þannig að býja bara rangkomindir byrja að labba hraðar og byrja bara svona ég veit hvað þetta bulla jú, svo byrja bara að labba fram og svo labba ég gegn lestastöðuna byrja að hlaupa það kem ég að Dómkirkjunni í Köln svolítið myndarinn bara botni grát bara sest niður og verða að gráta
og það var mjög óvænt og það var bara svona shit, hvað gerist og það hefði ekkert hugmynd hvað var að gerast bara í líkamannu, hvað ég var að díla við og þá bara fór ég beint herbyggi, byrjaði bara í 30 mínútur, tekur 4 og skrifaði bara, akkur hvað er að gera og bara fór að grafa, það byrjaði með gröftur svo fór ég Danmörkur Fórstu að rifja eitthvað upp eitthvað sem þú varst lítill já, í rauninni og þá áttum ég fekk barnaverndarskjölin svona 4-5 mánuðum áður þetta er búið að vera svona eitthvað að malla þetta var í undirmeðvitund og skildi ekki alveg hvað var hvað skilur og svo fatt allt bara, ég liði fyrir að vera næstu í hálfviti inn á Hótelherbyggi, bara léttur og í trúnum bara að pikja axlana mönnum hinum megin og vera svona 10 ára skilur, gaman léttur og svo er ég bara hálfvitinu öllum skilur, næstunlega beisla því það er munur að vera hálfviti og vera með passion, skilur, þetta er ólíkt en fann aldrei hann að milli og var bara erfur 8-10, það var ekki fyrir að ég fór að brjóta hann að gæja bara niður og það var bara það svona klifti ég mig það var bara ég challenge allt sem ég þetta var hárið og það var bara ég ætla bara að búa til nýjan gæja og ef ég geti klift mig þá er að brjóta hann að gæja sem er hinn og búa til svona bara einn gæja úr þessum tveimur það var klippingi snýrslut það það var svona nullat ego og maður fattar líka ekki hvað hverju er búið að gera af manni, hverju stjórnum við í rauninni og það er að stjórnlega við það til þessum dæmi með þetta þegar með Facebook og samfélagsmiðla með eitthvað sem er Twitter og Facebook ef ég segi eitthvað, sendi eitthvað mynd af Facebook og vatn börnunum mínum það er massa like og eitthvað, ef þú gerir Twitter fengi ég ekkert like ok, það er hún líkilegt að vera bara pappin á Facebook, svo Twitter er kannski með eitthvað döttu djók og leðilega eitthvað, fæ ég like og eitthvað svona sniðut það þá er bara hendur tveimur típum á tveimur samfélagsmiðlum skilur, og því hverju kallaði á það skilur, ég þekktu fyrir það að við skot í hausinn standað að mér bara alltaf bara brjálaður og það er töffar þessi eitthvað þá bara svo bara það hverju gerist það hvernig varð ég eini gæðin stóð mér höfuðskot og fór ekki í jörðin á kvenkaði mér mjögulega bara ég var 12 ára, gerði þetta einu sinni og bara þessi nagli þá bara ok, svona ger ég bara alltaf bara svona sókn eftir viðurkenningu algjörlega, og þannig býrðu bara típi sem er bæði móti á umhverfinu af umhverfisstáttunum af fjölskyldunni og það áttar mig ekki á þannig fer ég bara í sjálfseyðingu bara eyðileg ego, bara eins og ég gat bara spyrir bara, hverju ég gera það, hverju ég fara þarna og núna, hverju ég gera svona ógeðslega þungt tímabil en fekk alveg ógeðslega mikið svörum bara, þetta er tilgangslöst, hættu þessu þannig að þá sótti ég gildi mig, sótti ég tilgangi bara, hverju er ég hérna og alltaf bara, í tengslu bókið mína þá fór ég bara, tilgangurinn minn er bara núna að vera góð fyrirmynd, punktur En þú varst ekkert búin að vera með neina greiningar eða neitt áður Ég fekk aldrei ADHD-greiningu mína sem ég þurfti að halda þá. Ég átti að fá hana þegar ég var krakki, hélt ég fengi hana, sagði ég skjöl mig ekki fengi hana, sækja hana bara í seinni tíð, skilur. Og svo er henni stæðsta vandamál mitt sem ég bara les út á skjölum mínum bara, ég er bara með bullandi kvíða. Hvað sem að það er byproduct af ADHD mínu ekki, skilur. Og þá kemur það bara fram í vanlíðan, skilur. Og ég slíti bara að greina eitt lítinn strák bara í þessum skjölum, bara svona við erum komið svo ógeðslega stutt á þessum tíma á þessum tíma það bara 9 ára gamall. En þú verður aldrei holst á allt sem barn og unglingur svona eitthvað í augu við það að það væri kvíði þannig að þú er ekki verið á einhvern svona kvíðalyfjum eða það er ekkert svo þú ert í rauninni alveg lyfjalaus þegar þetta gerist. Já, og ég bara kvíði mér var svo ógeðslega falinn. Já, ég skil. Það er bara kerfið einhvern veginn bara púllar þetta drasl sko. Er ég með kvíða? Nei, ég spilaði þegar 10 smasa á höll bara, ég er mjög stressaður og við Ítalíu erum mér þjálfþjóð og ég er ekki stressað. Þetta er bara svona fight or flight, bara alveg konstant. Já, og svo áttum bara því, kvíði minn er bara tengdur allt öðru heldur en handbolta. Hann er alltaf stöður. Já, hann tengdur og svo sem mikið bara föðluturkinu mínu og þessu að bregðast pappi, bregðast þarna og enda laust að balansi þessu, skilur. Og það tekið sem með mér inn á völlin, það tekið með mér út allt. Þannig að ég miklu mér í kvíða þegar ég bara veik sig og vænti hvað stjórnum svo léleg. Það er hræðilega við það. Sér eins og með, ég ætla að vera best af heiminum. Það var bara full force. Svo öll mistök bara jarðaði mig, einu skipti. Bara vombrið, eða dauði bara. Ég er ömurlegur, þetta er ömurlegt, skilur. Bara vænti þig, rólegur, skilur, vertu bara betri pappi, þetta er ekki punktur, ekki vera að flækja það. Bara læra þessu. Ég fatt að það bara mjög seint sko. Ég var bara að læra daginn að segja börnunum mínu að labba fyrir fram á bíla, það var næstu búið að keyra einn bakvið skilur, þá fattaði ég á börnunni að labba fyrir framan, ekki eða þú skilur hvað ég minna. Svo jarðar maður sér hvert skítið sem ég gerir mjög stu sko. Já, algjörlega. En hvað þarna, þegar þú fer bara hann eitthvað staði, bara eitthvað skrifaðið út úr allavega þessu bara taugáfall þessu því sko. Þetta er bara taugáfall. Spilar eitthvað meira á mótinu eftir þetta? Já, byrjum 2 leiki út. Gekk ekki frekar illa þarna?
en við reyna að reyja upp. Já, sko, mótið gekk alltaf lagi. Já. En við tupum bara mikilvæg leikjum. Það var bara þannig, sko, og mikilvæg momentum. Fannstu, varstu bara off? Alltaf eftir þetta þá var ég alveg off, sko. En opnaður þig gagvart liðsfélögum og þjálfurum og svo leiðis? Þið vissi ekki neitt? Nei, ekki þá, nei. En tilfinningin á þessum tíma, sástu ljós, var uppgefin þannig eðlis, sástu ljós eða varstu bara í einhverju svartnætti? Nei, alveg svart. Það var alveg svart? Og sást enga von, það voru engin verkfæri komin í hendurnar? Nei, ég var bara standard þenni stað líka. Ég var bara með Þýskalandi, langt á fjölskyldu, ég veit bara mótið að klárast, þetta að búið þetta hella. Það var svo slæmur stað til þetta lendaði, svo fer ég bara í, eftir mót, stórmót og færið smá breyk, þá fekk ég bara strax bara, búm. Já, fekk ég bara svona smá lífsmark og bara hefði á, Þá komstu heim aftur? Já, þá var ég í Danmörku og það var í fullkomnu umhverfi þar. Ég var bara í Skjern sem bara sveitabær, þannig ég hefði ekkert að vera í hasa, það var bara, ég gæti bara tekist á vel drastlið og bara með náttúrunni kringum mig og börnin öll komin í viðskóla og bara svona, við erum fullkomnu atvinnumennsku, því að atvinnumennsku í Danmörku þannig gerða það, þú ert bara að vinna aðeins fyrirpartin, það átt bara að sitja partin í fjölskyldunni sem óvanlegt, þetta er mjög dans. Þannig að ég fekk alveg fullkomnu umhverfi til þess að díla við þetta drasl. En hvernig dílar við þetta? Hvað gerist? Það fyrst skrifa var bara að skrifa bókina. Það var bara sálfræðihjálp, fyrir mig, það var fyrsta bara svona eye-openingið. Svo þurfti ég bara að tækla hvert topic fyrir sig. Já, eins og þú hefur tekið þetta þannig. Þú hefur farið inn í þetta bara alveg bara analytic, bara greint og bara execute, bara einhver program í samræmi við þarfir. Já, og það er allt sem ég gerir og það er svolítið líka geðvíkjum í þess að krassa ég. Og ég fer svolítið inn í hlutum þannig. Þetta er svolítið einhvert að fara inn í þetta svona? Já, ég fer í öxlina, vilt í öxlina. Þá fer ég bara og ég bara, tek bara heilan dag í það að gera, finna alla mögulega axlaræfingar, borða svona, breyta svona og kemur öxlina lag. Því flestir fara einhvern veginn og leita einhvern svona ytri úrræðum, einhverju hjálp einhver starf, þessi formi lyfja eða samtals eða eitthvað, en þú fer bara beint inn á við. Ég held líka það að vera hræðsla, ég var bara hræddur við lyf, hræddur við samtali við sálfræðing. Flestir eru hræddir við öfuga. Já, og ég var það ekki, og það er einhvern veginn því ég hef alltaf verið að greina þessum handboltamarkmann, ég er lélegur niður næri að uppi í vippan, ég þarf að laga þetta, ég fór bara inn í mig og ég sat bara alltaf á stól á kvöldin og var að skrifa og ég setti mig í sófan og bara hvað gerist þér, akkur, bara skoða blaðið hérna, hvað hérna, ok, en hvað gerist þér, er þetta bara ég, eða hvernig, bla bla bla, og bara bladrar mig gegnum það, og verður bara eitthvað svona grautu sem ég bara að vinna úr, búið til bók, sem var aldrei bók, alltaf að vera bók, sem var alltaf í bók. Þú talaði við konuna þetta allt saman ekki? Já, bara strax, og svo bara, eins og með við tökum bara kvíðan sem dæmi, að svo opnaði á kvíðan með koninu og fjölskyldunni og fjölmiðlum og öllu bara, það var bara mér kvíða og ég var bara að vinna kvíðan ég er bara búin að segja öllu frá þessu svo bara nei, ég átti að segja stelpunni minni þá bara, það er langarðast þá bara fatt ég og það spyrir ég akkur getist það henni þá er ég að brjóta fullkonan pappan ég er með kvíða og svo bara aftur með hún með bullandi kvíða líka og ég var alltaf að leysa kvíðan með bókum og leysa uppeldisbækur og leysa kvíðan og svo bara dílaði minn kvíða þá bara hvarf hann þetta stundinni þannig að bara börnin er best speilmynd 100% Geggjaður punktur maður. Þetta var bara þannig teklaði ég beislega alla hlutina hvað sem það var mataræði, allir hlutin ég bara umturna beislega öllu og bara spurði spurninga á hverju ég gerði það á hverju svona pítsu núna á hverju ég að fá mér þetta rauðinslas. En þú hefur aldrei á neinum tímapunkti eftir þetta er algjört, þú ert bara bruni þetta er algjört burnout. Þú hefur ekki á neinum tímapunkti eftir þetta sótt í einhverju svona hugræna atferlis meðferðir eða þerapíur eða neitt svoleiðis. Ég fór rauninni fyrstulega það var gauri liður menntasálfræðingur sem var með mér í liðinu. En ég er ekki að gagnrýna fyrir það. Mér finnst það akkurat áhugavert eins og þetta, eins og mér finnst þetta hljóma. Ég spegla mest í honum. Allt sem ég er að gera, ég las bara 4 sálfræðibækur. Bara jákvæðsálfræði, tók bara meðferðina og las bara þessar bækur. Svo var ég að fara að vinna með þessu hluti og bara undir hann, hvernig er ekki fínt hérna og leiði ekki sem að vera sálfræðingur bara, ég var sálfræðingur þannig að það var svona aðra leið, bara svo kúkjaði sjálf á mig og svo þegar ég átta mig á vandamálunum þá bara fór ég fyrir sálfræðing hérna fór ég ADHD meðferðin, ADHD hérna greiningunni hér þá opnaði ég á það bara ég það bara lúfa fyrir því og það var bara að prófa ADHD-lyf það stóra, það var staðista brotið í að skemma egoið mitt. Ég var mamma 2008 þegar ég var Ólbjörn Silfur það kemur mamma í fréttablaðinu í heilsíðu frétt í forsíðuréttinni á fréttablaðinu og hún tók mig mann ekki fyrir sem hún var en hún tók fyrir það að ég var settur á lyf á sínum tíma já,
það bjargaði mig, sko. Ég hef ekki þetta lífum var að skemma börnin, sko. Það var stundum lenska þá, sko, en ADHD lífum bara, þau eru ekki svo, börnin verði ekki svo að vera og ég var gauður sem tók alltaf líf, og ég bara handboltinn bjargaði mig, það bara handbolt, það er ekki líf og það var bara svona stór partur af mér, ég bara gænst tekið ekki líf. Svo fór ég bara að lesa það, skilur, og heyrði Heiðarloga Brimbertagæja, hann stakk mér svolítið, hann sagði setningu sem hreyði mikið mér, hann sagði hann tók lífins fyrst 8 eða 10 ára, mjög ungur, og hann sagði mömmu sína bara takk mér er alltaf liðið svona vel. Já, okay. Og þá byrja ég bara að spá, fuck, skilur, hvað ef ég ekki fengið handboltan? Bara hvað er gerst á? Hvað er bara sprungið? Það er bara allt farið í fokk, ég væri bara, eða þú væri að geða eitthvað úr í keilu eða kannski einhverju öðru, sko. Bara, í rauninni var það bara mögulega bara kolröng ákvörðun, skilur, blessaðist, skilur, en ef ekki, hvað þá, skilur. Nei, hvernig á maður að taka þessa ákvörðun? Þetta getur alveg verið svona... Mjög tryggi, sko. Já. En það er líka, þú getur líka tekið fyrir að prófa, að í lífin, sko, þú veist það bara strax, skilur, þú tekið lífin, bara fyrstu lífin fyrir, sko, 3,5 síðan, tekið bara fyrstu konservatöfluna, bara ADHD líf, og ég bara, það bara svona eins og þessi lækkað bara öllu. En ertu ekkert hræddur við aukaverkanir af also þessum líf? Jú, það er ástæðan fyrir ég tekið til aldrei. Ok, tókstu þetta á tímabili? Tókst mikið tímabil, bara svona til þess að skilja þetta, skilja, það er bæmarkið mitt, skilja, það er einu, sko, þegar þú tekur lyfin, tók ADHD lyf, þá bara öll tónlist bara minnka, ég heyrði það bara ekkert í öllu kringum mig, og bara svona, wow, þetta er þægilegt. Þú veist, ég myndi að vera bara í skólasal, svo alltaf bara hérna bara svoleiðis bara, ég strax af konu minna, ég bara satt fyrir framan, það var eitthvað bíum, bara horfði bara hana, tók lyfin, bara mjög hrættu við þetta, skilur, bara einn tabla sem að, gerir ekkert að viti, skilur, og segja bara hana, fuck, svona á maður að líða. Bara ég vissi ekki ykkur öllum búin að líða svona, skilur, sem ég líði núna. Og þá fæ ég benchmarkið, ok, hvernig kemst ég hingað án lyfjana? Hugsaður það? Já. Og hvernig? Hugsaði strax, og þá fór ég bara að skoða bara, hvernig get ég, og það er bara rétt æfing álag, rétt ákveðin hvíld, svefnin, mastersvefnin, tek öndunræðingar, og þar fer ég bara inn á vopnabúrum mitt, sko, sem ég er að presta við krökkunum líka, skólan, þar bý ég til vopnabúrum mitt, sko, sem að snýst talar sko, fer ekki í hugleysli eitthvað, ég fer bara í öndununa. Það er fyrst að bara tækið sem ég gríp í bara, hvað er það, skilur? Alveg eftirtekt á hana? Já, bara átt sig á því. Það er alltaf bara basic, bara pjúra núðutund. Já, ég fer í það, saman það, ég fer bara all in, ég fer bara nefnir í 3-4 öndunagráður, og bara master það hluta, bara helli mig það, sko. En svo eru allar aukaverkir sem fylgja ADHD-lyfunum, við hefum margar aukaverkir sem fylgja ADHD-lyfunum, sko. Alltaf svona til lengri tíma? Já, eins og kvíðin. Ég finn bara, sko, ef ég tek ADHD-lyf, seinni kvöldið x kvíðin, skilju. Þannig ég er að fórna því sem ég líði vel, svo kemur kvíðinga, skilju, þegar ég er með börnunum mínum kvöldin, það er erfitt fyrir mig, eða vil ég þá taka lengur, þá er að sofna, þannig að það er svona að maður læra mikið á þetta. En þess vegna líka hef ég tekið þetta svona bara þegar ég þarf þess. Það er bara erfiðu dagur hérna, ég næði ekki utan um þetta. Tekið töflu, allt slaknar, næði utan það, líði betur, skilju. Þá er það kvíðastillandi, það er að svona dempa allt niður. Þannig nota ég lyfin í dag. Þá næði líka, fyrst þú getur notað þetta á þennan hátt. Ég reyndar aldrei heitt neitt lýsa alls og notkun á svona lyfjum á þennan hátt áður. Þetta er alltaf bara full power, bara alltaf stöðu neysla. En þú gefur þú líkamannum þarna líka bara svona rými á milli til þess að restarta og sparka út. Algjörlega. Og þú áttir að gera það á stærra tímabili. Þú áttir að taka, kannski, lengt ná tímabil og svo bara 6 vikur off. Skilur. En ég er að gera þetta alveg svona smá svona, alveg grillað, tek töflum dag og morgun, 2 kannski, og ekki þriðjudaginn. En þá er alveg hella þriðjudaginn. En ég veit bara, það er bara þriðjudagurinn bara að stíla þann innan. Ég bara tek góða, sánu eða tek öndunaræfingu og næ bara að kontrollera það, sko. Já, en það er ekki frákvörf beint, eða hvað? Það er svolítið bara svona, það lýsir bara kvíði. Bara valjan. Já, þetta er bara eitthvað viss boðarnaskortur í rauninu. Í rauninu, sko, já. Svo bara vinnum við upp, skilur, það átti ekkert að gera svona, en það henta mér ágætlega í því lífverði sem ég er að vinna með, þannig að ég er hérna í handbolta og fjölskyldufæðurinn og þetta er svona svolítið flókið, en eins og nú er einn bara komið tímabil sem ég þarf bara að ég þarf að taka bara liðið mig vel og ná kontrolla á þessu öllu saman. Ég ger það tekað tímabil þannig líka, en þetta er svolítið flókið, ég er ekki ennþá bara ná utan um þetta á þessu 2 árum, ekki náð utan um hvernig best fyrir mig að gera þetta. Ég veit bara að hjálpa mér, en hvenær gera það ekki. Og svo þarf það að vera 2 lyfjum, svona konceptað fyrst og svo fyrir út líkamannum seinni partinn, og þetta er bara ferli sem ég bara átta mig núna og það er svona líka mjög gaman, en í sama tíma bara er þetta svona skrítið að vera í þessum spórum svona gamall. Ég ætti bara að fá þetta í æð þegar ég var krakki, skilju. Já, en þarna fyrst þú ert að stefna að geta lifað á einhverjum tímapunkti í rauninni bara
það er kannski svolítið erfitt að segja það en án lyfja, 100%. það alveg þannig. Já, og ég þarf ekki lyfin ef ég bara, eins og í Danmörku þegar ég er þar, ég get bara aðtöfum í handbolta, minn nægir tekjur af því og ég get bara stíla dæmi nákvæmlega sem ég vil, þá það ekkert mál. Þá get ég bara lift þarna, þú veist, þá fæ ég út svona orkuna, þá fæ ég tekið auðvitað þarna, tök öndunægum, tekið jókað, en lífið bara ekki núna, maður er í 2 vinnum, maður á 4 börn. Er þetta út í maður á Íslandi? Já, það er stór hluta. Því ég bjó sjálfur í Danmörku 15 ári, ég veit alveg hvernig það er, sko. Það var alveg bara mjög sennað. Er þetta bara Ísland? Íslands samfélag eða vinnukúltúr eða? Vinnuheli. Það er eitthvað, ég held að það sé eitthvað besta og versta. Ástum við ná svo langt bara í öllum dræslinu, tónlistinni, íþróttum, skilur hvar sem þú alltaf það er bara vinnueðlið. Já, en Danir hafa líka vinnueðli en það er bara það er mjög balansera. Já, akkurat. Við kunnum ekki að balans. Það er bara ekki breyk, sko. Það er bara, ég ætti venni maður bara í Danmörku að segja bönnir á 2 leikskólum, það er bara skrítið. Þau eru meira sem er atvinnuleysiseðli líka. Já. Skilur, það var eitthvað sem ég vissi ekki af, maður getur bara fengið bara atvinnuleysbætur fyrir en ég flyttið í Danmörku, sko. Þannig, því það voru allir á atvinnuleysbótum. Já, það? Já, maður. A-kassan, jú, engin spurning. Það er svo skrítið hvernig það funkar, því að sko, þú veist, það er bara þetta funkar þess að já, bara slapað af, sko. Það er bara, hversu oft ég var fengið það handla, Rólfur, það er ekkert slapað af. Bara slapað af, það er ekkert vissum, sko. Það þykir líka, það er bara, það tala svona jentilóin, sko, sem eru svona óskrifuð lög, þetta er svona stemning, þjóðastemningin, að í rauninni, það þykir ekki töff og þú kemst ekki upp með eitthvað að reyna að trana þig fram eða sína eitthvað of mikla metnaðargirnd, skilur hvað við? Því þá lætur þú hina bara líta ósleitlu út. Þetta svíkja hóp. Já, þannig að þetta er svo brjálæðislega sósíalt, sko. Þannig að það þykir ekki cool, sko. Nei. Og til dæmis ef þú átt mikið pening þá þykir alls ekki cool að vera eitthvað að sína það mikið út af því, sko. En er það ekki ógnað í klefanum hérna út í Danmörku þegar brjálæða Íslendingurinn kemur? Þeir sækja í vinnuhælið. Þeir gera það svolítið, sko. Íslendingarnir, sko, eru svo mjög vinsælir, sko. Allstað, bara í handboltaheiminum, bara handboltan. Þeir vita bara, ég fæ Íslending, þá ég fæ vinnuhælið. Ég fæ bara gæði sem er tilbúin að leggja allt á sig til þessum ára, sko. Já, það þarf að gera minna bara. Já, það bara allir í þessum pakkan, sko. Já, ok. Og þess vegna eru allstað svo vel liðnir, skilu, og við erum, skilu. En við kunnum bara ekki að slaka á, við kunnum bara ekki að, þú veist, að taka rólega og það ég held líka umhverfið, skil, það er bara, þú getur ekki beislað, það er ekki hægt. Þú veist það, ég lærði svo mikið að ég búið í Danmörku. Ég er að segja það, sko. Ég verið 2 ár. Það bara breytti mér, það breytti mér bara sem manneski, sko. Það er ekki svo, ég verið 2 ára ég stíla límið sín kom heim núna fyrir ára síðan, bara inn á það að ég bara, þú veist, ég ætla að finna tíma fyrir fjölskylduna. Ég ætla bara að hafa tíma, þá bara finn ég það með þessum hætti, skilju. Og tengjur það í rauninni því að hafa í rauninni upplifað þennan raunveruleika í Danmörku? Já, 100%. Já, þú tókst þetta bara með? Þetta er bara nýr raunveruleiki, skilju. Ég þekkti ekki þitt, sko. Þitt var bara að sækja börnin, skilju, 4:30 í leikskólan bara og drífa sig heim og elda til þess að geta komið í rúmið, sko. Það var bara raunveruleikin, það er allir í því, skilju. Já, ég veit það. Drífa sig, henda þeim í rúmið. Já, bara, þú veist, svo ég get átt mitt moment, sko, skilju. Þetta er þetta moment, mér geður við, sko. Gleymir aldrei, stjórnast momentunum, bara, jú, þetta er bara, þú veist, þannig að stíla, nú er bara að mixa minn dag og að stíla allt, einfalda líf mitt til þess að, það er bara, hægasettin gert með allt í hátíð og allan bakkan, sko. Algjörlega, maður. Mér heyrist þú samt verið að púla þetta lókilega, sko. Ég hef aldrei heyrt mann díla taka svona á þessum hlutum, sko. Eins og þú virðist að gera, sko. Þú ert ennþá að master þetta, þú ert ekki komin á leiðarenda, sko. Algjörlega, sko, og svo eins og ég segi alltaf, þetta er bara ferli allt saman. Og það er sem með þessi bók mína, það er að mesta fegur heldur við bókina, og sem ég stoltast að við bókina, er hvaða tímpun ég skrifa ná. Já, einmitt. Ég fekk alltaf hérna mjög, ég fekk 10-15 sinnum, ég fekk í spurninguna, viltu ekki býða þess með þetta? Viltu ekki fjarlægast ferðilegast með á það að skrifa? Altså býða, já, allt með bókinu? Já, ég bara skrifa hana í miður batafelli. Ég er hérna bara, þú kemur bara með nýja útgáfu. Það er tíminn, maður. Já, og það er sko, það hittir svona einhvern veginn svona, veit ég, komast að stráðu sér til að ljósi hvað, nei, þetta er bara genuine ég núna. Svo getur vel að koma eitthvað framhaldsskil, því að þetta er bara, þetta er engin æfisaga, ég er nýfæddur, sko, skilur, ég helmingin eftir, pluss, skilur eitthvað. Þannig að þetta er svona, þú veist, það verður svo Rocky bara. Vildi ég bara skrifa þetta bara núna og þetta átti að verða æfisaga. Ertu bara að lesa þessa bók? Nei, ég er ekki að lesa. Það var bara sjálfshjálpa bók fyrir mig, skilur, basically, sko. Sem þú gætt hjálpa öðrum með sem við áttum með eftir að skilja. Þetta var... Komum við ekki fyrra? Fyrir 2 árum. Fyrir 2 árum, já. Og ég köttaði hérna á, bara þetta er hérna að skrifa þessi bók og það bara er bara að loka þessu ferli. Það er bara búið. Það var bara nei, bara langt frá því. Bara ég er að opna allt annað. Og það er bara, þú veist, ég fekk bara 400 skilaboð bara fyrstu 10-15 dagana. Fekk ég bara ógeðslega mikið skilabóð bara. Frá fólki sem bara var búin að
hámlesa bókin. Já, bara, sko, foreldrar, krakkar, þú veist, ömmur og afar, alls konar fólk bara, ég er með þetta, strákurinn minn er svona og þetta og þetta, þá fær þetta allt í æð, þá er ég bara í Danmörku, bara í mínu róla umgjörð bara, og svo ég bara fæ bara, maður veit um öllu vandamál, lesum við fréttunum bara, við getum ekki lesið við gags, við getum ekki gert þetta, við erum bara svona og börnum ykkur er svona, en svo færið því andlitið, þú færið bara til skilaboð, þá verður þetta svo raunverulegt, og þá færið bara, ok, ég ætla heim núna, ég ætla að vera handboltamaður og ég ætla að fara inn í skóla, ég ætla að fara að hjálpa. Og með hvað hætti var ég bara að grauta mig hvernig passa ég inn sem púsl inn í þetta annars geggjaða kerfi sem er í gangi í skólakerfinu, skilur, en misgott, skilur, því hvað áttum alltaf bara betra, það er mjög betra en við höldum, margir hverjir. Ertu ekki fullu starf við það núna? Þú varst allavega... Nei, ég handboltamaður. Já, þú ert handboltamaður, sko. Ég er bara 50 í rauninni, sko. Og ég bara sinni tíman minn þannig, sko, rauninni, þú veist. En þú virðist finna þarna eitthvað, sko, þetta er líka bara þekkt, sko, innan svona 12 spora samtaka, það sem við erum í vinnum fyrir heildina, sko, en það er þessi þjónusta í þágu samfélagsins, eða í þágu svona sameiginlegar velferðar. Þú sér þarna er eitthvað glöfa bara inn í það að þjóna, að láta gott að það leiða. Það er mest eigin sem við getum það hugsa margt, það gefur þér svo mikið. Þú finnur það ekki fyrir að vera að gera þetta. Þetta er líka fyrir þig, þetta er miklu meira fyrir þig kannski, þá gerur þér meira á þessu, svo kemur alltaf meira tilbaka, eins og með krakkana, ég segja þetta fyrir fyrirstundum, ástæðan fyrir að halda fyrirstu fyrir ykkur er líka til að díla mitt, til að minna á það drasl, skilur, alltaf, skilur, ég gleymi bara aldrei, skilur, eða þegar ég var og vaksa í gegnum að koma hlutum í orð, sko. Akkurat, líka bara, ég var að tala við 9. bekk alltaf, skilur, þegar ég var ykkar aldrei, ég geti gleymt því að ég geti gett því mér að gera núna, standa þar bara krakka og tala, bara ekki breyk, þannig þá fæ ég bara svona, já, ég get það, skilur, ég er alltaf að vinna í mér líka með því að hjálpa öðrum, og það hugsa ég líka, það er svona win-win, það kemur sem með að því bara í framhaldinu, hvað er svona djúp kannhóla og hvar vil maður stoppa, þú veist, ég getur bara einhvern veginn, þú veist, fundið tíma fyrir handboltan, fyrir fyrirmyndina. Þetta er bara jafnvægislist, eins og allt annað. Sem er ekkit auðvitað erfitt að kontrollera, sko, ég er í stórkostlega vandara með, það er bara mín stærsta vandamál í dag, bara hérna, þú veist, á já, þú veist, sækja barnið mitt núna í leikskólann klukkan. Akkur hættur ekki í þessum handbolta? Ég held ég að spurt með að svona cirka. Þú fengir miklu meiri tíma í að gera eitthvað annað. 100%. En þar kemur ég að grunnum, í grunnir handboltamaður. Ástæðan fyrir ég get aldrei gott að með mér heyrist þú vera að breytast í eitthvað annað, sko. En ástæðan fyrir ég get aldrei gott að með er þetta því að ég er handboltamaður. Út af því að þá á ég vegi inn, þá fólk hlustur á mig. Hvert sem ég fer, eins og ég var að vinna í mjög erfiðu svona apparsmynd vinakott, þingstu börn bara í landinu. Það er erfiðustu börnin sem er í mestu vandræðum. Bara það vissi hvað ég væri, treystu mér. Það er kannski hluti af jöfnunni. Ég vil aldrei missa þetta á jöfnunni. Saman sem á ég að fara stórmót, á ég að fara núna í janúar síðasta viðbjóðslega vakurinn, bara með 1 nýtt barn, með 3 önnur og ég skilja konun eftir bara að fara á handboltamót, skilju. Það bara hendur við öllu upp bara, hvað er, bottom line er bara, ég er að gera þetta fyrir þau líka. Ég er að gera þetta því að ég elst upp með, 8 ára stelpun er elsta, hún verður til bara vegna þess að ég er handboltamaður. Fyrst og fremst verður ég vandræðið með barneignir, bara massa vesen fjárhagslega, pakki, þannig að hún verður til út af því. Tvíbörnin líka, skilju. Það sem að hún fær er að búa í 3 löndum, hinn börnum í 5 löndum, fá okkur svona aðlunarhæfni, læra tungumál, allt þetta er bara handboltinn, skilju. Ástæðan fyrir ég get mætt í skólana og sagt bara, ég líka, og bara spegla mig krökkum og láta mig líða vel, er því þau veitir hvað ég er, skilju. Þannig og líka, og þetta tapar ég aldrei því að foreldrarnir, þetta líka til mér, þau treysta mér því að ég veit hvernig mín saga er. Þetta er svo stór hluti af jöfnunni, en ég get ekki til nút, ef ég væri bara í handbolt fyrir mig, það væri löngu. Mér heyrist þú að vera búin að íhuga þetta aðeins. Já, það er svo mikið. Ég veit búin að taka annan pól mjög og þessna líka. En svo núna fer ég bara þann stað, hvernig get ég það hámarka mig sem handboltamaður, hvernig get ég nýtt tíma sem best til þess að ég sé ekki að skemma hinundum, sko. Það er mest af veistinu, það er kvíðið mín í dag bara, það er komið til fyrir í dagskránni, sko. Já, það er luxus vandamál, sko. Já, shit. Það er nefnilega. En ég meina, heldur þú að hafa tíma fyrir grillendina? Það er svona way out, sko. Þetta eru nokkru hitningar og meina, við verðum líka að sinna svona, þessum félagslega þroskaði gegnum svona tengingu við fólk svona á nágranna sviðinu. Þetta er það sem ég er bara síðustu viku, bara sko fyrradag, síðast ræðið á konu mína. Ég tapaði þessu. Þetta er bara því ég elst upp að flóta. Ég elst upp í Kópavogi, í 10 ólíkum húsnæðum, bjóð bara öllum blokkum sem til voru, þess og flytt einn út af heimilinu, 15 ára gamall, sem verður 16, flytt út konunar,
fyrstu til Þýskalands fyrstu til Sviss, búin að flóta endalaust, aldrei bundið, aldrei, svo fatt ég bara með svo orðið hérna, fluttu hérna heim og hérna geggja hús í Rauðkinn og líka geðvið til, ég alltaf að sko fasteignir. Bara ég vil alltaf eitthvað vera hérna að breyta, bæta, eitthvað fara, ég alltaf um flóta, heyri, hvað að gerast? Þetta er bara gamli ég er alltaf að fara eitthvað, ég er alltaf að flóta, skilur. Og þetta einmitt svona, og þess vegna bara, hvernig þetta eignast vini, skilur, bara þú veist, ég skipti skóla, skipti Reykjum skóla, fyrir tvo skóla í grunnskóla, tengdist engum, fór þangað, flutti bara aldrei tengst nema handboltakollanum, sko. Já, ég er að segja það, lífið sem þú búin að vera að lifa, það er bara gert það verkum, þú hefur bara ekkert þurrt vini, þannig. Nei. Eða bara haft tíma fyrir þá. Akkurat, það finnst mér smá ömurlegt, skilju, og það er núna sem ég bara svona, nú er ég að leita að bara, nú þarf ég bara, ég er social eftir 4 heitinga, en þangað til er ég bara ekki social, bara því að bara er erlöku með það, ég bara kvíða hann er vandralda, svo er mér konu sem bara, hei, hún dör alla sér, það er bara hún á sko milljón vini, skilju, og heitir alls konar hópa, ég bara, nei, ég nenni ekki að ringja núna, bara gagstætt, sko, það er þessi sem ég þarf núna að fara að virkja með mér, sko, því þetta er bara social connection sem maður vantar líka, ekki vera bara með handboltavinum sínum, skilju, þessum einangra hóp, sko, það er sem að flækir, mitt lífið sé bara grillnefninu, það er bara, við erum að hitt, sko, þegar þetta kom upp, sko, þá bara, ykkur tengingum með þeim, skilju, ekki lít þetta maður, skilju, þá fyrir maður að pæla þessu, skiptir það einhverju máli, skilju, in the end, nei, það gerur það ekki. Sko, þetta er eitt sko smíðakennari sem fær hann að regla njálg og svo erum við með alþingismanninn, svo erum við með sölumanninn og svo erum við með bankastjóran og svo businessmanninn og þetta er alls konar fólk, sko. Og það skemmtilegasta sem við gerum, það er að hittast og horfa á Rambo. Skilur við, og síðan horfum við aldrei á Rambo 7 eða eitthvað, hann er dauður. Hann dó, er það þegar hann var að drepa John alltaf Rambo. enginu? Já, það er að mexikanska klíkan kom og stúdunum, sko. Það er skringilega við, sko, þetta öfundi ég. Já, en þér stendur þetta búið. En þegar þú segir horfa á Rambo, það er versta hugmynd sem ég hef, sko. Versta hugmynd? Já, versta? Já. Okkur. Það er fyrir mér, það er frábæra við það, það er akkur sem ég þarf að halda honum, bara horfa á Rambo. Þetta er bara geggjað maður, ég get ekki horft á sjálf. Hann er með popvél í bíósal, óttar er með bíósal, skilur við. Þetta er trillt, sko, en þér stendur þetta til búið, þú fær boður næst, sko. Algjörlega, þess vegna segir líka, ég get ekki horft á sjónvarpið, skilur, mútið ég með finnst þess að tilgangslust. Nei, ég get ekki horft á 31, sko. Já, það var svona bara, ef ég er að horfa á bíómynd sem ég get ekkert lært af, ef þetta er ekki dokumentur, þá er ég bara eitthvað, okkur er ég horfa, þetta er mest að tímaæðislega í heimis. Já, og mér finnst það svona óþægilegt. Tísis hvað eru boðið. Það liggur oft í skilnaði heim með mér af því að ég neita að horfa á seríur og svona rugg. Ég farið aldrei á bíó. Þetta er bara heimskulega sem ég veit um. Ég er mjög ofvirkur sjálfur, sko. Ég er rosa róleg núna því ég er búin að vakandi 4-3 dagir að rífa allt heima, ég er að gera íbúðuna mína fókælda, sko. Þess vegna mér langar ég myndi þetta, mér langar að geta, þetta er bara ákveðin hugleysla, sko. Við getum átt að Rambo í 2 tíma, sko. Þú vilt þá bara vinna því hel í nokkra daga, svo kemur og deyrið þarna bara yfir Rambo með þeim, sko. Það er mjög kósí, sko. Ég hói þig. Já, þú eru líka örugglega að æfa þig, sko, það fer náttúrulega að líða á seinni hluta ferilsins. Og þá klippur út klefan og allt þetta, þá náttúrulega verður að vera búin að brjóta ísinn og æfa þig svona í að fara inn í alls konar ólíka kima og svona dót, sko. Það har ég, sko, alveg, sko. En þetta er greinilega eitthvað sem þú hefur óttast og því þarna ert að hleypa fólki að þér, þú ert að opna þig, sko, og maður er að sýna sig og þá kemur upp þessi ótti, sko, að vera spottaður, að vera bustaður, sko, að þú verði séður fyrir það sem þú ert, veist af því, en þú ert ekki einu sem tilbúin til að viðurkenna það fyrir sjálfum þér. Veist, shit hvað ég þekki þessa tilfinningu, sko. Algjörlega. Veist, en það er rosa heilun í að búa í Rauðagerði, sko. Og þarna ég er að segja það, þetta er það besta ákvörðun sem þú hefur tekið, svona fyrir utan kannski nokkrar aðrar, sko. Herðu, mér langar að fara inn í, altså, varðandi þessa vinnu, varðandi velferð barna. Þetta eru nokkrar spurningar, það er, sko, hvað sérðu sem vandamálið, eða er þetta njörfaði niður í eitthvað eitt vandamál, hvaða málum ert að vekja athygli á, og svo er þetta, sko, er þetta barnavandamál, stofnanavandamál eða foreldravandamál? Í því endur þetta barnavandamál, skilur við, þetta fer endar alltaf börnunum. Það endar þar. Endar þar, en einhvers konar blanda á foreldra, stofnanavandamál þetta líka. En mitt teik og mín nálgun, það get ekki allir við öllu. Ég er svona, allt sem poppar yfir mér, það er meðvitund. Mér finnst bara krökkum, foreldrum, öllum vanta meðvitund.
þú veist bara varandi allt, þú veist, einhver hvað hann dreipur niður, bara mér líður svona, við meðvitaður það, ég er kvíðin, þetta er meðvitaður þessu kvíði, ég er meðvitaður öndunum sjóf, ég er meðvitaður að, þú veist, mér er ekki eins og einu sem líður illa, sko, skilur. Þannig að meðvitundin er sem ég svolítið að predikar núna, og þá sérstaklega með þess að sitja í búning sem heitir vopnabúrið. Þú veist, ég fer inn með hugmynd og það er allir bara að kaupa hugmyndan á þess að við nákvæmlega hvað er í henni, sko, skilur, bara vopnabúrið, já, Björgum Borg, vopnabúrið, inn í skólanum þetta, skilur. Það er ekki fyrir henni hittir henni Kára Stefánsson og spjalla mikið við hann, yndislega náungi sem að ég tengi mikið og hef verið í samskiptum við lengi, og hann þekki mína sögu, ég fer að segja honum hvað ég er að fara að gera, hann er bara, þú veist, gera þetta, ég bakka þig, ég hjálpa þér, hann hleypir mér í klefa inn í það, svo er þetta komið með, þú veist, mitt nafn, Kára, vopnabúrið, svo verið prestar hlutina, þá er þetta nóbrennir, það vita þetta, hlut sem ég er að gera, vopnabúrið er bara basically, þú veist, öndun, þú veist, bara sjálfsrækt og svefn. Ertu búin að kortleggja þetta? Svolítið mikið, og það er útrásum sem ég dílaði við, skilur. Sjálfsræktin, það getur verið alls konar hluti, það getur verið að standa með sjálfið, að vera fýrlið og alls konar bara blaður, skilur. Meðvitundin er bara öndunina, vanlíðana, hvað er þetta sem ég er að díla við, skilja bara allt þess að basically geta sett bara, gefið mér nokkuð vopn í hendunar, þannig að allt verði aðeins auðveldara, lífið, skólinn og allt sem er að hendi í það. Krakkana, bara hérna sem ég segi byrja bara kassaöndun, sem snýst bara það að anda í 4 sekúndur inn, haldi 4, 4 sekúndur út, haldi 4, og ef ég geri það, ef ég gera núna, þá strax bara tala ég yfir leveli, mér líður betur, kemur í svona ákveðin ástand sem ég vil vera í. Hefurðu mælt þetta? Alltaf hjartslátt og hana? Já, ég held að ég er alveg bara svona bara nörd í þessu, og ég, þú veist, og ég, eins og í öll öðrum, er svona maðurískur í þessu, þegar ég mættir að svefni mín, þá tek ég bara allar breytur í heiminum. Hvernig gerur það? Ertu þá bara dokumentur og vaknar? Byrja bara að googla, bara allt spæðisvefn, ok? Bara einhverjir 80 hlutir, ok? Ég bæti þeim inn, einn af hættur öðrum, tek bara einn hlut, svo 2, 3, 4, og svo er komin í helmingin, þá tek ég, eftir komin út yfir allir listan, þá tek ég öfurröð út. Þú ert rosalega. Ef ég gerði það, en það dugar ekki til, þá þarf þetta að vera með, ég ætla að mæla, þá er þetta með Oura-ring, sem er svona bara bæjuhækning tæki, sem mælir svefninn minn. Það segir bara hvernig ég svaf, hann mælir heart rate variability sem er lífeðlisfræðilegu vísir á breytileika hjartslætti, mjög skemmtilega það, bara HRV, hann bara segir mér hvernig ég svaf, hvernig mér líður, á þess að, þú veist. Í þessum ring? Má ég sjá þetta? Þetta er rosa magnastöf, sko. Ég hef séð þetta, sko. Þeir byrja að nota í MBA núna í Þetta er geggjað. Það virkar alveg. Þetta er sturlastöf. Hvar færðu þið? Þetta finnst, þetta er bara pantað frá ora.fi sko. Það er ekki bara að vera að ruggla eitthvað í þér? Nei, og þetta er magnað. Virkar þetta? Er bólusending inn í þessu? Þetta er með sturla, sko. Þetta er taldu veikindi og taldu COVID, þetta er bólusendingar. MBA, í körfuboltanum í Bandaríkjunum, tóku þeir inn í, fóru í Disneyland, fóru inn og tóku bara körfuboltan, einangur sem þar, allir fengu svona hring. Út af því ef þeir sjáðu tölunar að heart rate variability, lífeðlisfræðilegu vísir á breytileika hjartslætti, það var fellur, þá var hann veikur áður hann veit að því. Bara líka með hann að segja hann það, þá kallar hann einu, tjekk hvort sé veikur eitthvað sem er COVID, eitthvað sem er. Verður það ekki bara nájaður? Ertu þá ekki alltaf fyrir að... Það er einmitt sama, svo hérna erum við Garmin líka úr, svona heilsúr, það sem er mjög relevant heilsúrin. Þau getur líka verið bara, hræðileg fyrir því, skilju, kontrolla, bara læra að stjórna því, skilju. Þessi hringur gefur svo skemmtilega upplýsingar og þú getur verið að lesa bara upplýsingarnar úr þessum hring. Já, bara heitir readiness, hvernig er í startununa. Og lið úti er farin að tengja auðvitað núna á mörgum level með þetta HRV dæmi, þannig að þegar ég mæti á æfingu tek hérna, bara skoða tölum mína, þá veit ég hvernig æfingu að taka. Bara þegar ég má ekki taka mikið, þá get ég meist, eða ég ætla að taka nú bara jóga, skilju. Og þetta er bara bæjuhækking dæmi sem ég bara svona grauta mig, hvað sem er tengt svefninu, hvað sem er öndunni, hvað sem það er. Bara stjórn á öllu dótinu mínu til þess að bara hámarka sjálfum mig og bara basically betur. Hvernig er það að sofa? Ég má spyrja. Hvernig er ég að sofa? Hvernig fer það að sofa og hvernig, skilju, hvernig er mynstrið svona cirka? Þegar ég get stjórnaði, þá fer ég bara svo 11. Og vaknar? Það er, 4 börn, 6? Já. Plus mínus? Já, skilju. Okay, og það veldur að hvað ég er að fara að gera, skilju. Því ég set 8 ef ég svo 8 ef ég er að spila eða, skilju. En svo er það líka, taldu svona dæmi, sem ég er að útskrifa með svefn og fleira, er að þessi hringur segir manni það, ef að ég er, það er betra fyrir mig að fara svo kl. 11 heldur en 10:30. Munar það óslega miklu? Já, ég sé bara miklu betur því að svefnhringin er maður sérhúslist, þú verður bara þreyttur á einhvern tímum og það er bara slíp. Þá maður að nota tækifærið. Já, þannig ef að ég... Getur það myndið á að fara að sofa? Já, og ef ég fer að snemma og ég getur nú þreyttur, þá fer ég ofhugsa og þá bara
týnist í ykkur kvíða en ef ég finna fyrir rétt tímúti og ég veit bara núna hvernig tímútur alltaf fyrir mig, út frá hringnum þá get ég bara stekið þennan pakka en ef það aðeins og seint þá lendur þú samt í saman pakka þetta finnur rammið þennan sem þú hefur akkurat, og þetta bara eitthvað hversu margir krakkar vita þetta skilur, engin akkurat, akkur veit þetta engin þetta meðöndin sem við erum að skapa þú veist með öndun, þú veist í kvíðakasti hvernig finnst kvíðakasti hvernig það er að koma út í varstu mögulega að anda ákveðin hátt sem að gerði kvíða komið kvíða þá varstu ekki ofhugsunir þú veist kvíðakast eða varstu ofhugsa eitthvað andaður öll, skilur, þú getur alltaf stjórnað kontroll með öndunni skilur, ef ég þess að prófa einhverja öndunaræfingu, vil ég betur ekki mál, skilur, þessi meðöndin er bara svo galinn að það sem ekki átt þess ekki á og öndun er bara eitthvað sem að bara eitthvað jókar gerðu skilja að gera eitthvað verða meira relevant, meira að skilja miklu betur en bara þessi stæðsta mýta sem þú veist, mér alltaf að sé skemmtileg mýta að anda djúpt skilur, og segir við með kvíðakasti anda djúpt, þá bara maður er bara meira stressað þetta er bara, ég var gæsa ég sko, ég fyrir að anda of mikið upp skilur þannig er ég anda grund ég er anda hratt djúpt niður það er ekki anda djúpt inn í maga anda rólega hvað gerist það? Við vitum það bara ekki á hvað veit þetta? Hvað sem er kakkar nýðum ekki veit þetta engin, hann segir við að stressar hei, anda djúpt eða anda í póka bara hvað sem er en hvað gerist þannig við þessa slökun á magasvæðinu? Það er allt rastlið já, það er bara þindin sem að stjórna því svolítið mikið það er sem að geta æft svo mikið svo ég er skúrnum heima að gera þindaræfingar þá næ ég kontrolum mjög betur ef ég er í kvíðakasti ég er bara stjórna, ég kemur mjög fyrir út á aðstæðan og þetta er bara allt hlutin af mekanism og líkamanns er bara eins og með þetta tól, því ég get endast öndunum, því hún er svo það var svona fyrsta vopni sem ég gæti gefið krakkunum og bara umturnu öllu þátt þetta ná kúl þegar þú fórst að tala um þetta já, ef þú segir bara kassaöndur Navy Seals, þeir nota skilur, ég er klár það er eitthvað hérna þessi íþjóttafólk notar þetta er bara nota ég menn allt frá einhverju CEOs alveg yfir í Navy Seals það notið allir algjörlega, þeir sem að skara fram úr algjörlega, og svo kemur þú veist bara allt sem að menn hendi krakkana inputur hvernig hefur það þessi ef þetta full input ég býra auðun þá bara gera konar hlut og bara input mig þá get ég gert svona þá get ég bara anda á hvern hátt þá bara anda ég með nefinu, anda í kassa næ og ró, get fókusir eitt hlut skilur, ef það er fyrir leiki ég er kannski þreyttur og þungur eitthvað þá get ég anda mig upp, þá get ég farið í hraða undan þá get ég kert mig í gang til að koma mér í gýrin allir þessi hlutir og átt þessi aðbæra átt anda með nefn átt í þetta mununum við eigum ekki að vera með skakatennur við fæðumst ekki hannig bara development of human being bara var ekki svo leiðist það var ekki með skakatennur einu sinni það var því nú er það aðeins mikið munum og því við erum bara mikið kolvetnum við erum bara að gera svona þetta tekja mat á okkar endalaust, grafa endalaust bara meðutnum þetta segið frá þessu, hvað sem þið tengt svefni eða þú veist, öndun hvað sem það er bara þú veist, segið hvað kom þetta og það sem besta sem ég geri er að yfirleitt til lendir svona einn og einn eða meina að byrja með að senda mig skilbóð á samfélagsmiðlum krakkar eða eitthvað bara ég líka skilju, það er bara, það gefur ekkert meira það með ég er þetta drullast á ég kvíðum að bara hugsa að taka líf mitt bara ég er verið það skilju, ok, ég vissi það ekki skilju, bara það er sem að gerast núna í okkur samfélagi þessi kvíðatal, þessi opnum frá öllum hún gera við krakkar meðutur það ég er eins og þeir sjá sjálfan sig í öðrum í rauninni þessi meðutum sem verðum bara öðlast ég er bara að henda svona mínum uppáhaldsofnum minni í það og svo bara svona lefa í vaksa mínu töfar að gerast ég vilt ekki í skólastofunni það opnir alls konar rast skilja eitthvað svona og svo kemur eitthvað svona ég var á svona sögu líka mamma svona, pappi svona, svona þá fæ ég skilabóð og þar gerast töfarnir þá get ég bara hérna fæ ég bara miltóni ok, skilur, við sá bara svona, eða bara sjálfsvíkstilun ok, það er bara við með ramma bara hvert mitt hlutverk hérna get ég stíðið inn í í kvíðprófun eða með líður illa, handboltinn eða stress sjálfsvíkstilun, bara beina því ákveðna staði fólk opnar sem hlutu við mig og það treystir mér er þetta mikið í gangi? Ertu að fá alls konar skilabóð? Það kom bara svona þegar ég opnaði þessum hluti þá fæ ég bara svakalega mikið af þungu skilabóðum og ég gera það viljandi á þeim tíma sem ég get ráði við það eins og ég kom af síðast stórmóti þá fór ég í sótkví 5 daga
og þá bara var ég horfinn í jarðarför, mjög þungi jarðarför sem sem þekkti og sagði bara þetta bara tölum saman ef var ykkur með vanlíðan láttu mig vita, heyrði mig, spjallaði mig þá bara bám þá fæ ég endalaust skilur sem þá ég get svona einu sinni einu minni slæmum stað, ég segi að langa sýstu sína sem er næsta manneskja, hún ringir inn og segir vanlíðan, hún kemur yfir nóttina og skilur, alveg þangað skilur, í það bara hefur mér illa og þetta er góður, ég er góð, takk samt skilur, ok, það að vita aðeins meira, hvað þá getur ég opnað á eitthvað meira og svo leið bindamann eða hversu þungt hvar dregur mörkin? Hvernig upp á að lónsa þau áfram? Ég meina, hvenær ertu fann að stíga inn í þarna sem bara eitthvað svona, svo sálfræðingur eða bráðamóttaka eða... Ég fer aldrei inn á, gerði bara svona. Í þessu samtölu gerði það aldrei. Ég líka, ég skil þig, segðu meira, skilur. Þetta ekki að djóka, ég líka. Þetta svona, þá bara strax þetta eðlilegt, fleira lendir? Já, það sem ég gerði, það var svo ferða bara eitthvað, ég fór að tala með mömmu. Eða ég fór að tala bróðum, eða ég fór að tala systur eftir því hvað geta hentað þessum einstaklega. Og svona tekur svona the edge off einhvern veginn, með því að gefa þeim rýmið til þess að henda þessu inn í. Það er að segja mér þetta en ekki systur sinni. Það veit bara losum þetta, vill segja það hendi bara mig út af því að bara tristi mér, hann er líka svona, þá bara getur við að drafa þessu. Nei, vill ekki segja hérna, jú, skilum. Og svo er þetta mjög fá atvik sem er svona akút, það sem bara ég fer ekki að sofa fyrir þetta list, fyrir þetta svo bara sendur mér hérna þegar fyrstinni komin, þá sendur mér hérna það er svona ég fer aldrei stíðin einhvern svona spora hérna gerðu bara svona. En þetta sem þú ert að lýsa, þetta er rauninni aftur, þú ert aftur komin inn í svona svipaðar aðferðir eins og bara í tólsporakerfi það sem að rauninni á vissum stað í því ferli þá er einmitt þessi tjáning það sem þú rauninni að fara yfir þín mál eða að greina einhverju leyti og þú viðurkennir, þú segir hluti uppátt frammi fyrir annarri mannesku þetta er eins og kúpliðir inn á bara eitthvað svona ákveðið lögmál sem virkar mín kenning er svo að þú getur ekki hjálpa fólki lengur en þú komið sjálfur það kemur þeim, þannig að þú komið dílat sjálfur þú finnur fólk það alveg, ég trúi þessu gæja hann er búin að upplifa þetta það er svona og ég er alveg svona mitt helsta vesen tengt þessu og bara finna hvað passa í inn bóttunum er bara að vera fyrirmynd það er bara fyrirmynd í því bara íþjóttumæður, fyrirmynd, já íþjóttumæður fyrirmynd í því að tjá mig mjög vanlegan, skilur opnum á það og vera fyrirmynd að tala yfir fólki ykkur það er svona það sem ég bara tekið mér það þess að ég gæti verið að halda fyrirst á hverjum degi 5-6-7 bara á hverjum degi en ég er svolítið limitar að ég vil freka fara dýbra taka 1 og fyrirlestra inn back og eiga því ég veit hvað gerist ég veit ég fæ svo mikið að skila bóðum þannig að ég var að dælis út að geta aldrei syndi þú var að brenna út algjörlega þú nærheldur ekki bara einhvern veginn að gera þetta heilt 360 gráður það er meira bara svona yfirborðinu algjörlega, það er svona konum með bara það var eitt kvöldi sem ég tók bara til 2 tölunum bara að svara alls konar veginn og þá bara ég horf bara þú ætla ekki fjölskyldu hvað er á ég að draga mörkin hvernig fara að taka tíma af mér Þetta er orðið ansið viðamikið þannig að þú hlýtur að vera einhvern veginn, þetta virðist gerast lífrænt en þú hlýtur að vera að kortleggja þetta bara svona í þessari vegferð Kári Stefán sagði þeim þú veist ekki neitt fyrir að prófa það er ekki fyrir að prófa því ég hef með alltaf hugmyndi ég ætla bara að halda svona fyrirlut og gera svona svo næstur og þetta við og þá get ég svona integra foreldrana og eitthvað þá byrja alltaf ráttir mér er bara 1 fyrirlestur ég opnum bara, býði speglununa bara segja allir mín hluti og þeir sem á vestadir þeir koma til mín eða þeir fara til fólksina eða þeir lita annað ég opna þá þeir sem krosskundum fyrir sem bara dílaði prófkvíða eða þetta kvíða eða skólakvíða eða hvað sem það það kann það undurnæfinguna eða það áttu að svefnin á vera svona það að fá svona ég bara sáð fræjum svo bara kemur hitt það var ekki ég fyrst það áttu bara alltaf að fara svona svo bara fór það alltaf að leið þegar ég áttu bara minn tími best nýttur á þennan átt algjörlega borðar þú aldrei lakrís á kvöldin? Nei, það er ekki hreinu lakrís ég er að hlusta á þig þá bara þú ert að segja allt bara því ég bara já og svo fer ég bara upp og borða lakrís skilur og bara eitthvað algjört stjórnleysi ekkert eitthvað algjört en svona smá stjórnleysi allt er gott í hófi, líka hófið ég ætla að fara að taka sjálf mig saman aðeins í andlitinu núna já, það er engin spurning mjög stöður að þörfa á því bara lakrísina já, ég þarf aðeins að fara að spá í þessu
Ég tók út klámið daginn, það var tekið og það var tekið frá mér hún var ekkert eitthvað mikil þessi klámneysla sko, en eitthvað sem var hérna og búin að vera svo lengi bara frá því við erum pjakkar og ég fann þetta að fara að standa einhvern veginn í vegi fyrir því ég geti verið bara svona einhvern veginn heill út af við, sérstaklega í garð kvenna og einmitt með því að sjá þetta og greina þetta, rýna í þetta og sjá samhengið, já ok, það eru actually afleiðingar af þessu, fattar það hvað við og ég einhvern veginn hluti af einhverju vandamáli sem snýr framboð eftirspurn og eitthvað svona vesinn og það bara svona þessi aftenging og einmitt að segja hlutina mjög upphátt skila þessar skömm sem þessar fylgir eins og með njálgin og annað og hérna, og veistu hvað gerðist? Þú tekið frá mér algjörlega ötterli sko ótrúlega powerful helst mjögulega getur aldrei skilur Nei, nákvæmlega, út frá eitthvað að ákveða eitthvað, að vita eitthvað og ákveða eitthvað, skilur, og mögulega að segja það við einn, skilur, en að öskra hátt, fattur hvað við? Það bara algjör opnun, sko. Það líka svo, ef það eitthvað erfið, sko, sem við kakam sér alla, if you can't, you must, skilur, ég get ekki sleppt lakrísnum, ok, sleppt hann í mánuð, eða ég get ekki sleppt þessu, gerðu það, skilur, sjá hvað gerist, það challengear þig, skilur, ég verða þessi þessu sæti, ok, prófa að gera ekki. Gera bara alltaf bara þú getur það ekki, gera það Ég ætla að taka 1 mánuð núna Í lakrísnum Án lakrís Það að taka klámið aftur inn Nei, klámið farið sko. En ég ætla að taka núna mánuð lakrísbindindi Og svo er ég með, þetta er bara ægin Það er flokknast að dæmi til að breyta Það er erfiðast Ægin og vanin og draslið, það er viðbjóðslega erfið sko. Það er svona kenning líka sko. Með þú veist, það er alltaf að tökum 30 daga að beita vana skilja okkur það en svo er að koma í ljós núna að það er ekki bara vanin, það er tilfinningin líka tilfinningin sem fylgir í vananum og þá fyrir að segja við þessum börnum mínu svona, tóka hérna krakkana og tekið hérna, ég gleym alltaf lýsinu á mótana ok, þá tekið lýsið skilju ekki á börnunum og fagna skilju, heilin bara what the fuck, hvað var hann að gera þarna meina þessu, svo bara hverjum mótni skilju, þá bara gleymist það aldrei, maður heilin bara alltaf eftir Og því þú ert að framleiða bóðefni? Já, bara þú gerir eitthvað aðtun, hún er geggjuð, við veitum meira af þessu. Það skiptir ekki máli hvað það er, skilur. Þú veist, þá hún sé slæm fyrir því, svo bara gerir það aftur og þú bara fær alltaf til geggjað. Svo bara verður það að vana, þá er þetta brútað. Þetta meina fyrir sjálfa eða börnin? Bæði. Erum við svona einföld? Já, við erum eðlilega einföld. Við erum 98% á autopilot, sko. Það er bara, Já, það er endalega rétt, sko. Það er endalega alveg rétt. Hversu, að það gerir eitthvað mótnana, alltaf byrja okkur. Þú veist, að nú ætla ég alltaf að taka eitthvað smoothie svo þetta bara skilju, aldrei við hana en hún það, þú veist, þú selja þetta er svo holdt fyrir mig þú bara sko, mæta aðeins ég er sterkur, þú byrja bara að búa til eitthvað sögur þá varst alltaf þetta, skilju heilin bara kallar mér að þessu Þetta er eitthvað kaffamótana? Já Ok, þú veist þess koffínfíkil Það segja hvernig kaffi mér er Það segja, ég sko þannig kemur hún aðra manni það er bara kaffimannja ég á 4 kaffivélar, ég á espresso-vélina, ég á 7-vélina, ég á pressukönnuna, ég á Thermomix. Kaffið mitt, morgunkaffið mitt er sko svona bulletproof típan sem er, þú veist, ég er með kaffi, smjör, olíu, kollagenprótein, prebiotics, skilur. Sæl. Það er bollið minn, skilur. Svo bara, þú veist, og ég var komin bara í önnur, skilur, 14 topic úti, skilur, bara þetta er grunninn, skilur. Svo bara manja, skilur, þessi bolla það gerist þarna, svo á 1 bolla hérna og svo 3 bolla hér. Það má ekki vera þarna því þá bara, skilur, þetta er bara allt sem ég geri. Sem er erfitt, þreytandi líka, sko, skilur. En sem ég geri ég vel, en þú veist, ég ger bara lítið hlutum. Ég ætla að gera miklu meira. Ég var ætla að vera að horfa rampa með honum í skúrum, sko. Hvernig er þetta verði í grillnefndinu? Eftir að þú ert búin að vera þarna 1 eða 2 ár. Við erum bara að hátta okkur heimildinu. Því það ríkir algjört stjórnleysi hjá okkur, sko. Þú veist, þú ert að hitta Tryggva nágranna, sko. Bankastjórann, hann er alveg bara, hann er alveg farinn, sko. Skilurðu, það er ekkert í gang. Óttað svolítið til í að hafa svona straight line, sko. Tryggvi er rosalega svíðandur. Þetta verður geggja gigg. Ég er ekkert smá spenntur. Ég mun ná í fyrstur, það er að fá heimildarmyndir inn í þetta. Heimildarmyndir? Þá mun sko skilningur okkar vika svo mikið, svo mæta til 5-6 gæjar með sko alltaf að sína heimildarmyndina. En getur við ekki bara að fara meira kannski svona franska spennumyndir? Þarf þetta að vera... Það er mögulega að hafa gerst eða geta gerst. Ok, þú verður þá að halda þessi kvöld bara, skilur við. Þú veist, þú verður þá bara að draga okkur inn í þetta, sko. Er ekki einhver heimildamynd Rambo til? Jú, örugglega nokkra, sko. En herðu, það er tventina sem okkur langar að koma inn á. Það er þetta testosterón. Já, áður við förum aðeins í handbolta og klefastemninguna. Já, við fórum aðeins í það áðan, sko. Við lasum bara flæða með testosteróni. Ég las, sko,
Ég las að þið voruð að reyna að eignast börn í gegnum glasafrjóvgun, eða þið eignuðust börn í gegnum glasafrjóvgun, altså tæknifrjóvgun, eða ekki, fyrstu þrjú, og svo stendur hérna, þetta nú síðast, hún nefnir altså testósterón í því samhengi, og þá fór ég að hugsa, erum við að missa karlmenn testóið, því nú man ég, þegar ég bjó í Danmörku, þá var þarna svona börnlausið eða svona, hvað heitir það? Skortur af börnum, skilju? Já, ég meina, já, það var 10%. Altså 10% af öllum fæðingum í Danmörku altså út frá glasafrjóvgunum. Og við erum farnir að missa testó, ég þekki nokkra gauðar á mínum aldri sem fara í svona sprautur reglulega. Þannig að ég að spá, erum við að missa testóið út af því að út frá streitu, svona streitu hormónar eins og kortisol og annað sem að nýrnahettan framleiðir og er það að éta upp testóið okkar, með því að vera alltaf í þessu fæt. Testóið er ultimate, það er endorgin, það er lokakallin. Erum við ekki að brenna það út? Jú, út af öllum hinum breytunum. Öllum sem við erum búin að tala í dag erum við að brenna út testóið okkar. Ertu vissu, spurður Kára þessu? Sem bottom line, streitan, skilju. Það sem ég geri og sumt það sem ég geri, sem manni sem ég geri til þess að bara umtönda lífið mínu, bara að ná bara líða betur það, var til að bæta þennan þátt, skilju, þess að koma testanum í lag, skilju. Og því að lágum testurinn eins og ég var með, bara rauða tölur, þar fylgir bara automatist vanlíðan. Þú getur ekkert unnum það sjálfræði. Þunglindi. Já, það er bara biológin bara býður ekki upp á það. Þú er ekki kynorkan og fer allt. Já, líka bara líðaninn. Já, þú getur bara ekkert gert, skilju. Þess vegna er að menna að fara í uppbót, skilju, þegar hann er eldri, testurinn uppbót. Og þarna fer ég inn í og þess vegna mastera ég þessar hluti og það er allt við tölum mataræði, svefnin, öndun. Þetta var bara leikbreytir hjá mér, allt þetta til testurinu. Og þegar ég byrja, skilju, ég fer á keto, skilju. Og fer á keto bara út af líðan, skilju. Ég bara, fyrsta lagi var ég að éta mig bara í sykursýki 2 vegna þess að ég var alltaf að berja mig kaloríum, alltaf bara í kolvetnum, mikið að æfa og svo ekki blóðsugusfull að þetta bara meira og svo þetta ég að hlaða fyrir leikinn og bara át. Já, varstu bara komin að... Já, og var hann að brenna bara það mikið, það er líka bara að jafna sig, skilju, ég fitna ekkert, skilju, ég held bara frá að brenna því ég er alltaf fullu og alltaf í ykkur miljum, alltaf í yfirsnúningi í hausnum og allt í rugli, skilju, og það bara líka bara, ok, höldum, það er bara borða ykkur 5-6 kalórir á dag, skilju, og bara heyri, þetta er ekki rétt, skilju, maður ekki líða svona eftir mat, eða fyrir mat eða eftir mat, ég er að velta mér hérna, og þá bara tók ég bara full force keto, ég var fann að lesa mig til það, skilju, og það var bara út af heilanum. Og þá kem ég inn í þau fræði sem að lága baku myndtestur og skort er að þetta er í rauninni LH og FSH hormónin boðefnin segi úr heilanum senda boðin í eistun að framleiða testosterón. Vandamáli ykkur liggur niðri. Það eru ekki boðefni vandamál. Það er meira bara tengt, þú veist, öllu alls konar drasli hérna, skilju, öllu því testosterónskortunum, skilju hvað það er. En þetta eru boðefni. Og það er ekkert vita af hverju það er. Það getur verið bara að streita alls kontrasl, skilju. En stór partur af því voru mögulega höfuðskot. Ég er bara að fá 2000 skot í hausinn yfir ævina. Og ég reiknaði það bara í tíma, bara 2000 skot í hausinn, skilju, sem er bara trómur í breyninsi, sem bara heilaskaði, skilju. Fór á Grænasós, fekk bara þú bara 100% mikið svona heilaskaða og það er bara svona, skilju. Hvernig vita það? Hvernig rætta þessu? Bara alls konar test, skilju, fór bara í öll heilaskaða testin, skilju, sem verði í, sko, og bara sagan og allt bara pússumaðu og bara heyrðu þú bara, já, Býtu, hvað ertu það bara að fara frá Alzheimer eftir 20 ára? Það er einmitt sem var mín hræðsla, skilju. Og það er bækur sem ég las Alzheimer, skilju. Og það kemur þetta upp í grunni bara bólgur. Bólgur út á mataræðinni, hvernig losa við bólgur, ok, keto. Það var bara að losa alla bólgur af mér. Og það var bara ekki til að grenna með eða bedrýtum þær, til að losa með alla bólgur. Það hjálpaði hellingtesturinu. Það var bara dætu gegn, sko verið að borða mér kolvetni gegnum æfingar, þurfa að halda, ok, og nota sem svolítið vopn, skilju. Svo var það tíminn sem er leiðulegur, skilju, en í dag bara er ég bara, ef mér er boðið eitthvað gott í ammælið að tekja, ég bara veit bara morgun mun ég bara æfóni að skilja eitthvað. Það var eitt, svo svefnin, skilju, svo mastera ég það. Þá komu ákveðnar bætingar. En það er ekki fyrir að tek öndununa, finna bara blows up. Testuð? Já. Og við erum Af hverju? Það eru margar skýringar á því, útskýringar. Í fyrsta lagi, bara öndun er bara hulista jóga, hvað sem kalla það, skilju, það er það bara ákveðnar önduræfingar sem koma í ástand til að slaka á. Streitan minnkar, eins og til dæmis bara það eitt sem er mjög þekkt saga alltaf með fólk sem er í meðferði með barneignir, við fórum í 9 meðferðir fórum í 8, eignast 1 einhverjum týpur í síðustu meðferðinni sem var okkur loka. Ef þau eignast barn, að þá með hjálp
oft gerist það sjálfkrafa án hjálpar seinna mér og þá segja margir það bara straightan bara off ég búin að spatt, það ekki að spatt bara minni streita, mín áhyggjur þá kemur testidörunni bústast upp og þá kemur spatt og það öndunin svolítið sama streituskalan hjá manni, hann þú veist svona hann á að vera svona en þegar hann sístreitu þá er hann svona hann aldrei 100%, hann bara 80% líður bara alltaf aðeins illa skilur og þegar hann sístreitu og ferðu á æfingu ferðu upp og ferðu niður það líður betur og því betur svo passar upp á því séu við bara þá ferðu hormónakurvuna sem bara líka með fungerar það sem öndunarinn gera þeir koma þér á þessa staði mjög auðvitað þú ert andað upp í bara geðviki bara í þú ert bara ofundum Wim Hof og bara tekið skilur 10 með arbeður og gerði í gær skilur og við andað niður bara ekki neitt skilur og þú ert með loppa öndunum þegar ég með líður illa ég get núlað út þarna kemur hormónabúskrum bara í okkur flæði og þarna sá ég bara því ég var einhvernig þegar ég lýsa bókið minni ég fer í sæði vanlega minni ég bara, mér líður sýtla þetta er bara krabba mér, ég er bara komin og ég fór í krabba mitt bara að skanna á allt, það var allt bara þegar ég höfði sem ekki ágjörða mér, það bara stíkið allt sem að gera verkum, ég fór í blóðpröfum svo þéttu millibili og þá geði ekki ég tók bara svona tímabil, ok, svo bara blóð bara morgun það er bara öndun að koma þetta stík og ég sá bara breytan öndun hún var svo rosalega stór ég var búin að taka allt bara þetta svo beiti ég engu, tók bara öndun full force og rauk upp kona mig og kona öndun að þjálfa hana, konuna mína sem svona hlutað að fá sérst gráðunum mína bara case-exam skilur og þá bara á því tímapunkti þá bara Sá ekki þar að Wim Hof andaði úr sér E. coli já það alveg magnað dæmi, sástu það? Inn á spítalanum Já, það var bara spítalanum hann fekk ekki svona hita sko. Nei, og þú getur, og þú nærst mjög stjórnum á innri líðan skilur, öllu draslinu þú veist, bara það að segja krakkana skilur, og það er bara alveg í grunninn, bara ég enda svona þá lækka í púlsin og mæla þá bara wow, skilur, ég vissi þetta ekki ok, skilur, þú ert ekki svo miklu meira með öndun það er bara, þú færi að Wim Hof, þú færi ennþá lengra þú færi bara í DMT öndun sem er bara, þú veist, það kemst bara í ayahuasca psilocybin, þú veist, bara vímina bara makkum öndun því þrýstingur kastar út já, bara ofundun, það er bara DMT kýrir upp í hausinn, svo ofundunum svo einhverju segja, þú veist, að komir þannig stað þá dettur bara inn í þú veist þennan heim sko ég tekið þetta einu svona full force undur sko fekk bara svona horða sjálfum með upp og frá what the fuck skilur svo kemstu bara alveg niður bara í algjöra slugum bara þú veist bara bara púsin engin skilur og fær þetta og gerir á þekkir minnsturinn og öndurinn og kannski vinna með þetta að þá þú veist þá kemur hormónum þannig kom testurinn mitt bara í algjör upp sko þannig að það er búin að mæla það bara kom í rauninu bara í kjölfarið þessu og sé bara, ég mældi allt testandi, hann var stort vandamál fyrst sko og ég fór að googla það sjálf því ég bara með leið okkur þátt og ég sagði við sjúkraþjálfara landsliðs og ég lækni landsliðs í Íslandi ég segi bara, það er bókað skoðun í testurni ég bara að googla að skoða þetta er bara allt það sem bara, þú getur ekki verið íþróttamaður og verið með svona látt testur, það er ekki hægt skilur svona leysa skilur og bara svona byggður það áttu að vera alltaf þessu byggður og bara svona og þá bara þú veist, fer ég, fæ tölunar og þá fer ég með að kafa í það er það heilaskotin er það áföllin eða bæði áföllin dreytur öskun skilur hún getur bara aldrei því að þetta blokkar það skilur þetta matar þetta getur svo ógeðslega margt er þetta ekki bara allir þessi þættir bara samofnir 100% sjá þetta concussion með Will Smith það er að tala höggin skilur það kemur það vel fram skilur þau áhrif skilur og svo er PTSD bara áföllin öskun hún er mjög ábyrgð í þessum hluta líka þessu bara plömmar saman sem er gaurinn á þessi sem er bæði því sem er vest út úr stríð sem er í stríðum bara hermenn í stríðum þeir bara komið tilbaka og eiga aldrei break og það er TBI, traumatic brain injury eftir höggin, sprengingarnar og að sjá það sem við sáum og það áttu bara, það er helvítið það þarftu bara, og þeir eru allir komin í þessu samtök, þeir eru bara ekki alla, ég veit ekki hvað stór hluta þeir bara hermenn komin heim eftir fyrirlin, bara upp á testunum bara á allið það bara, þú veist, getur ekki, þeir bara plömma það aðlátt skilur og svo er við saman sem með íþróttamenn sem eru það að stera sig upp skilur þeir lendi þá hræðilegust eftir það skilur hvað sem er líka með andlega sem það sko það er bara haldið en er ekki svona aukin svona meðutund þetta þessi mál eins og þetta lýsa með öndum í þessum stofnunum þegar þeir eru að taka með þetta móti hermönnum eða íþróttafólki eða annað, er þetta ekki komið inn? Meira og meira, þetta er bara svo gleymd fræði sko. En hvernig er með testosterón viðbót fyrir íþróttamenn? Er það? Má ekki. Það má ekki, það er nokkuð. Ég ætlaði að gera það.
það var bara, ég fór bara að skoða, sko. Þetta er svo gæla viðhörnið, sko. Þú máttir henni eina sem bannað í leikur sterar. Þetta eru sterar. Þú mátt mér að reglum heldur mátt vera kókaín á æfingu. Þú veist, bara bannað leik. Það hjálpa eitthvað kókaín á æfingu, gerir ekkert fyrir því, skilur. Þú getur handbolta, þú veist, en þú gefur eitthvað búst í leiknum. En þú veist, eina sem mátt ekki eru sterar. Þú veist, á með svona stóru myndina, sem bara svona stórt bann við. Og það sem ég var svo skrítið, ég var bara aðtóð, gæti ég fengið uppbót. Já, bara eins og hjá lækni. Já, sem heldur mér í norminu. Já, og það máttur það ekki heldur það? Það er eina leiðin þess að það megi að við sýnum fram á að það sé fæðingagalli. Fæðingagalli? Þarna komum við inn á svolítið eins og með þessum eðjum eins og NFL gæti með sögur því að það verða síðan spöðið sem er styrum, skilur. Eftir fyrirlinni eru búnir, þá verða það að fá meira og meira og meira. Hvernig það að gera það? Það verða bara þess vegna er hægt að því að menn séu bara kannski búin að vera styrum falla svo niður og koma svo til lífið til skilur, heyrðu þá ég er með svona styra þá er komin held ég hættilega braut, það er sem að flækast í þér, sko. En ég mátti heldur ekki fara upp í levelið sem er bara eðlilegt, skilur. Nema, það er bara að gera sjálfur og þá fór ég bara mannskuleginu mína og fór bara í það var Er þessi reynsla, þín reynsla, er hún að skila sér áfram? Er fólk, altså í þínu umhverfi að hlusta á þetta og svona, já, er þetta eitthvað svona eye-opener? Í ákveðnum þáttum, í barningunum hef ég fengið svo mikið tímin. En ekki í íþróttastarfinu? Jú, aukið, skilur við. Við erum bara svo ógeðslega, við kaupum það ekki fyrir en við erum að sjá eitthvað svona, eitthvað hetjugerða úti, eitthvað svona lið og eitthvað. En málið það er svo farið úti. Það er lið úti með liðöllu, eins og í NFL, NBA, önduna þjálfara, sko. Það veit bara enginn, skilur. En af hverju, er það eitthvað tabu? Leynitrix. Leynitrix frekar en lúkið, skilur. Já, það var fyrst annir, sko. Svo er allir konið með það, þá er þetta ekki mikið leyni. Svo er það með markþjálfa og alls, sko, það er allt þarna, sko, leynitrix. Nákvæmlega, þetta er svona leynitrixin, sko, en þeir segja að öndunum sé að vannýttasta af þessu öllu. Þú getur náð svo miklu meiri árangur með þessum, hvort sem það sé bara náðu niður til æfingar eins og með mig, þegar ég vitir eftir leik, þú veist, það er ekki svona fyrir ár síðan að fólk var að skilja mig vitur, bara ég var ennþá bara ykkur að streyta ásnum, bara komið við að svo bara, ok, ef við núna leikunum búið, ég ætla bara að anda svona, þessu rytma, viðtal og ég er klár. Hvernig er með kulda? Þú er ekkert minnst á kulda. Er það ekki þinn tepolli? Jú, algjörlega, ég er með kaldan pott hjá mér, sko, og það er svolítið ultimatið þegar kemur öndunni, og það sem er flækja og ruglast með er að kuldin er testið fyrir mér. Ef þú getur slakað á ísbaði, þá getur slakað á allstar. Þá ertu með bara svona on demand, bara slökun. Er það alveg the ultimate? Finnur það? Já, það var svona, það er svona benchmarkið mitt, hvað er ég staddur? Hversu mikið er að keyra út, hversu mikið stressaður er ég, hvað er ég staddur? Ef ég fer inn í vatnið og það er ógeðslega kalt. Þá ertu ondstað. Já, það er ondstað. En ef ég lenda bara stöðum það sem bara er hvað er gott maður, bara í 40 púls bara, hvað er það lengur, skilju. Þetta er bara svona staðan, hvað er ég, og finnum það bara. Þess vegna verst sem að gera er að taka svona Wim Hof ísböð og ætla bara að taka íslegina, bara prófa þetta, taka svona diet, skilju, prófa þetta, þá ferður bara út bara og kemur upp úr bara, skilju, og það er svo hættur og náskæð, bara skilju, en það er aldrei slökun. Nei, það er alveg svona, ég þekki þetta svo vel, sko, því ég ger þetta mikið, ég finn það. Ég finn það bara, ég á ekki breyk þegar mér líður illa, ég er búin að vera miklu stressu á árið. Og svo finnur þú bara alveg Já, en maður getur keyrt sig niður í sjónum, sko. Ég finn oft þegar ég kemur í sjóinn, hann er ískaldur, sko. Hann sigraði að lokum, sko. Nei, já, maður stirnar allir upp, sko, en svo það á sér stað bara uppgjöf, sko, í kuldanum, sko. Og þá bránaði það bara í sjóinn, sko. En þetta getur tekið alveg mínútu, sko. Algjörlega. En svo sem bara, þegar ég labba út í spæðið mitt, sko, ég finn bara mun af því, og hann finnir mun af því sól, er rigning, klárt. En oft er það kalt, skilur, er rigning, miklu öðuldar þegar maður kalt. Þá vantar kaldara, þú veist, það er rigning, þá lappar hérna svona út, þetta var að svona onni, þá er þetta bara off, skilur. Og það er bara að vera einhvern ástand alltaf, þú bara tjekkar það þarna og er að slaka við kuldan og er að kontrolla önduna. Svo hefur kuldin öll benefitin sem að, þú veist, sem komið svo eftir. Svo er allt hitt, sko. Bólgumyndandi, þú veist, betri svefn, og bara, þú veist, allt sem bakki, skilur. En hann kemur ekki fyrir að bara ná tökum á því að geta slakað á, skilur. Ég geta hoppa onni í kuldan og skelfa í 10 sekúndur upp og það er bara að segja að miklu minni bólgur hérna á því, sko. Það er ekkert að fara að gerast, sko. Það er svo betur, skilur. Það er svona... En hvað situr þú lengi? Ég er að sitja svona 3 mínútur sinni 3. Það er bara svona það sem ég bara, þarf ekki meira og vill ekki minna, skilur. Og þetta er... Það er ekki heitt og kalt eða sestu bara bekk út í garð og... Já, ég ætla með pott, sánu og kuldapottin líka.
Næs, þetta skýtt með að vera bakari við erum alveg saman bakara í alvörinni og þá einu sko það sem mér svona læri líka í saman sem þessu öndun þessi kuldaböðin einmitt bara, þegar þú ferð upp á kaldaböðin þú vilt ekki fara að hita það strax þú vilt líka mann hita sig upp þú vilt gera æfingar ég tek bara svona æfingar svo fer ég hita og þá skilur þú vilt ekki bara hita kæla húðuna sko þá koma það innan og það búið til líkamshitan og svo getur ég að fara í hitan og svo kemur sjokkið svo kemur sánan þá tólnar sem er fyrir hita er miklu erfiðar heldur en fyrir kuldan ég er að fara í sánan núna þá þóla hitan og slaka á í honum og það er svona bara þá getur kontrolleraðar í íspaðin í þessum aðstæðum og on demand það átt að geta gert það líka þessari prófi eða barnið þetta er gráta eða mistu glas eða það átt að geta gert það líka sko. Þetta er þetta er bara hluti af bara þínu heimilislífi þetta settur upp sjálfur þegar ekki og svolítið tók með mér bara til þess að þvinga mig líka að gera þetta alltaf og hafa ekki afsökunna í nenni geta nýri þangað eða í sjósundi eða nýri præmal eða nýri ég með þetta og þá er ég að þvinga mig ég bara fer ég alltaf og það er bara það mín núna bara það ég er að gera alltaf sjálfan þá bara ég hef ekki tíma til þess ég er stressaður, það er mikið að gera en ef þú ferið þetta þá er allt hitt öðvöldar og maður er enda bara, og ég veit allt maður er enda að bara tala og sjálfur trú þetta sé bara, það verður að geta hverjum degi og taka öndunum spyrir konum mínu hvað heita veit ég hvað er gæst með lífið þetta hvaðan tótt öndunum síðast, ok, þetta er öndunum maður er enda samt bara að minna sjálfsáða hvað sem að þeir testa þetta öndun þessum er svo gott að vera að predika þetta í fyrirlestur með í skólunum það bara getur ekki gleymt sami markinu, ef ég er að kenna ykkur að standa rétt þá er ekki persóna að gera sjálfur í markinu líka því að það Ertu ekki komið með bara eitthvað overflow upplýsingum? Ég er bara að fara að heima að anda og ég ætla að fara í sundi fyrir ámali í Klakabás. Þú þetta bara lakrís? Ég hef bara hugsað Já, ég er eitthvað búin að hugsa að glemma lakrís. Ég var ekki að pæla í að það er eina sem ég hugsa sko. Já, ákveða kúlusúkuleginni heim. Nei, það voru rosalegt að hlusta á þeim maður. Takk fyrir gaman að koma. Þetta eru góðu verkfæri, heldur betur. Já, þvílíkt vopnabú sko. Bara búið til meðvitund. Þú ert tilneyddur, það er þín samfélagslega ábyrgð að vera opinn og svona, þú kemur svo skýrt og vel frá þér. Já, þó er svolítið hrattundum. Nei, algjörlega sko. Þegar ég var að tala um að það væri svo peppar þá Já, en það er líka þetta eins og segið, þegar þetta viðtal kemur út sko, það er líka þetta að taka þetta bara í bitum sko. Það er sem að ég gerir stundum, þá er þetta svona auðmeltanlegar allt saman sko. Þetta er búið að þvílíkt magna upplýsingum og ég alveg tek það til mín, ég ætla aðeins að fara kannski mögulega að endurskoða mitt líf sko. Í kjölfarið á þessu spjalli sko. En ekki harðið við sjálf að Nei, alls ekki sko. Og ekkert af þessu eru lítið af þessu eru ekki eitthvað kannski sem maður bara kannski maður veit þetta alveg og mikið af þessu er svona veit maður einst inni en svo einhvern veginn þegar einhver annar kemur orðum að því þá tekur maður að til sín sko. En þetta eru basic upplýsingar sko. Svo sem við breyta og það er svona maður að fara að gera sluti maður ykkur sem er hugsað, ég ætla að fara að gera þetta er ísbæð, þetta gera það fyrir sumum að taka út í streita fyrir sumum er sumundin streita og það er ekki og við símum okkar, skilur, það er gott dæmi skilur, það er bara síminn er bara vesti vinur mannsins hann er svo smingi streituvaldur og þetta er algjört vesen ég fer á stormót þá er ég í símanum svona 3 tíma á dag skilur, max, ég hef bara svona tíma ég er bara í símanum eða 30 mínútur eða hvernig sem ég bara stíla það bara mjög lítið í símanum, þú veist, þegar það kemur inn í mótið þá er ég bara náttúrulega ekki í símanum og það er bara streitur losandi fyrir mig ef ég myndi segja við 18 ára gæja sem kemur landslega, engin sími, það er geggjað það er bara engin streita og hann bara slekkur sími það er panik þá fær hann bara, það er svo streita aukandi fyrir hann að fólk verður að aðtast á því hvað er streita fyrir mér og öndunægjarnir gera líka þú minkar streituna og þú kemur í streitu ástand skilur, kemur í streitu andegundin og díla bara við það ísbæð, díla bara við það þá heita minkar streituna og díla við það þegar kemur streita hvernig díla við streituna sem er börnum ég get ekki losa mig við streituna, ég get ekki losa með börnum þetta er bara betra að díla við það með öllu þessu drasli það er nóg framöndan þar Nei, við setja bara geggjað. Ég er bara búinn sko. Ég er svo svag. Ég er bara hérna sko. Ég ætla að taka núna nokkra daga að prófsetta. Ég er að fara í hérna útilegu á morgun sko. Og hérna ætla að taka góða öndun með hérna. Meðan þetta keyra. Meðan ég að keyra. Djúpundir, Wim Hof. Haldir andanum eins og líka getur, bara svona meðan ég að keyra. Milli stíka, 50 metra. Mjög klúkt. Viltu bæta ykkur við þetta, Davíð? Nei, ég held ekki. Við fórum í klefastemminguna á sko. Það er rauninni eftir hérna bara framtíðarsýn og loka orð. Já.
Hvað í gangi með það? Loka orðinu, það alltaf, þú veist, við þurfum aftur að það allir einhvern veginn út af einhverju. Hvað sem ég út af því einhverju, skilju. Bara þurfum að kafa í það, þú veist. Það þú veist, ég get ekki verið pirrað við mömmu eða ég get ekki, þú veist. Hún var svona út af einhverju, skilju. Þú veist, það allir dílað eitthvað. Því meira sem þú kafar á neta, meira sem þú farið að skilja það verður bara, við erum öll fucked up, sko. Það alltaf allir með eitthvað, skilju. Svo rekustu utan einhvern annan. Já, þannig að þetta áttum bara það allir einhvern veginn út af einhverju. Þá alltaf stæla, það alltaf leið, sko. Kekja. Amen. Herru, gaktu skilvirt heim og takk fyrir að koma í kvöld. Takk fyrir. Takk. Gaman að sjá þig. Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.